Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi að hausti til, það farið að kólna aðeins, margt í boði í þættinum í kvöld, fjölbreytilegu þáttur. Hérna aftast í þættinum ætlar Björn Þorláks að tala hrepparíg sem að þú ert sérfræðingur í. Já, má segja það, ég gerði BR-ritgerð hrepparíg, forðum daga. Þú ert með viðmælanda? Já, ég er með viðmælanda Bjarka Má sem er aðstoðarmaður. Bjarki Þór Grönfeld? Já, fyrirgefðu, Þór heitir hann, alveg rétt. Stjórnmálafræðingur, hann hefur komið hingað og talað incel. Já. Mjög skemmtilegur. Akkurat, hann er aðstoðarmaður Mumma, formanns VG. Já, tilvonandi varaformanns kannski? Já, og hann er doktor í stjórnmálasálfræði. Það er ekki margir, held ég séu 2 sem hafa klárað, Íslendingar sem hafa klárað þá gráðu. Hann var held ég í Kent, lærði í Bretlandi. En hann er semst að læra, hann er fæddur í Borgarfirði og er semst landsbyggðartútta eins og ég. Og við höfum dálítinn áhuga á landsbyggðinni og sveitarfélögum út á landi, við sem komum á landsbyggðinni. Og hann er búinn að vera að skoða sem sagt 3 sveitarfélög, hvernig viðhorf íbúa er ólíkt, hvernig samfélaginu eru misopin gagnvart nýju fólki og hvernig sjálfsvitund íbúa er mismunandi eftir sem eru samt sveitarfélög sem eru samt sambærileg eiginlega að öllu leyti. Með öðrum orðum, mórallinn í sveitarfélögum og andi sveitarfélaga, svona byggða blær og þar á meðal hrepparígur og hvernig þú tekur á móti fólki. Þetta getur verið mjög ólíkt og hann er að reyna, hann er nýbúinn að gera rannsókn með prófessor sem heitir Vífill Karlsson og þar sem þeir eru að kortleggja 3 sveitarfélög, það er Dalabyggð og svo 2 í Húnavatnssýslu og það verður gaman að heyra hvaða niðurstöður. Mér skilst að 1 þessara sveitarfélaga það sé langbest að búa þar í rauninni. Sem aðkomumaður? Já, bæði sem aðkomumaður og bara sem heimamaður og verður forvitnilegt að vita hvað er það sem er mismunandi. Ég man að þegar ég var ungur og þá var ég á vertuðum svona hér og þar, vinna í fiski og sjó og svona og Súandafirði og Súðavík og Ólafsvík og Hellisandi og Höfn í Hornafirði og Akureyri og svona. Það er mjög ólíkt hvernig það er að vera aðkomu ungur maður á þessum stöðum. Mjög ólíkt hvernig bæirnir taka á móti manni. Mjög ólíkt. Og hvort að maður sé hluti að bænum einhverju leyti eða bara haldið algjörlega fyrir utan. Einmitt. Ég flutti einu sinni til Sauðárkróks og ég var þar skotin í stelpu og hún átti eftir að verða barnsmóðir mín og ég kom bara með ekkert bakland nema ég átti bara þessa kærustu. Mér fannst ég bara að vera orðinn hluti af Skagafirði eftir korter og mér fannst að þannig allt þetta ár sem ég dvaldi. Svo bjó ég 25 ára á Akureyri, alltaf aðkomumaður. Herðu, en það er áður en að þú tekur á móti Bjarka, þá kemur hann Sigurður Magnús Egilsson sem er bróðir minn. Það er að því að við erum með þátt sem heitir Synir Egils á sunnudögum. Og við ákveðum núna að pröfa það í vetur að hann kæmi svona inn á miðvikudagsþættina, gerir það oftast og hann er að forma þetta og hann ætlar að hafa svona blaðamannaspjall. Hann kemur með, það er Gunnhildur Arna, blaðakona og Sigtryggur Ari, kallaður Diddi. Þau ætla að koma og fara bara svona yfir svona fréttir vikunnar og ástandið í pólitíkinni. En áður en að því kemur þá ætla ég svona aðeins að spjalla við hann eins og við gerum á sunnundum. Sjáum til svona hvernig þetta þróast. En það er meiri pólitík, ég býstu að við munum ræða pólitík en þú ætla líka að tala VG, það sem er svona, það er að fara að koma að, hvað kallar þetta, flokksþing? Já. Ef Guð lofar, þetta stendur svolítið tæft, en ég held að það verði raunin að Halla Gunnars, hún komi. Sem er með uppreisn. Sem er með uppreisn, já. Hún er í liði með öflum sem vilja sprengja ríkisstjórnina strax. Eða öllu heldur hún vill að tillaga þess efnis verði tekin fyrir einmitt eins og þú segir á þessu flokksþingi, sem er eftir rétt 2 vikur eða eitthvað svoleiðis. Og þá er það spurningin, er þetta eitthvað svona, er fólk að markera sig?
eða er einhver raunverulegur möguleiki að VG muni sprengja ríkisstjórnina á þessu flokksþingi? En þau sem að leggja þetta til hljóta líka að stilla fram sínum formannsefni og sínu varaformannsefni, því að það getur ekki verið þannig að flokksþingið samþykki að sprengja ríkisstjórnina, en kjósi síðan Svandísi og Guðmund sem að vilja klára sín verk eins og ráðherrarnir segja alltaf. Þetta er góð spurning. Ég þarf að spyrja hennar. Já. En það verður forðilegt að fylgjast með því. Við erum síðan með, áður en að þessu kemur, þá ætlum við að vera með umræðu hér vinnumannsal. Það var, Kveikur var með þátt í gær. Þessi 3. þátturinn sem að Kveikur er með, þess að bendir á bara þennan hrylling sem að viðgengst. Ég heyrði forseta ASÍ kallar þetta krabbaminn í íslensku samfélagi, við kallar þetta nútíma þrælahald hérna og þurfum að verja það inn í héraðsdómi fyrir einhverjum mönnum sem að reka svona starfsmannalegur. Þeir hérna vilja þakka niður í okkur og ég tók eftir því í Kveik að þeir nefna engan geranda. Nei. Það er bara svo komið að hérna, það er talað við þolendunar, sumir eru hérna, faldir, en RÚV hefur á þannig að gerendunir, eigundur á þessu starfsmannalegum og að þeir eru líka faldir. Já. Og ástæðan er náttúrulega bara að þeir hérna, vilja ekki nefna þá vegna þess að ótta við að blaðamennir verði, hérna, þeim verði stemt og lendi ykkur svona, þetta er bara... Við erum komin á þennan stað. Já. Og ég held að, hérna, ég veit ekki hvort að kannski ætti RÚV að sýna alla þessa 3 þætti og nefnilega í fyrsta þættinum er verið að nefna þá sem eru gerendur. En núna er bara ægivald hérna auðfólksins orðið svo mikið að þau eru bara eins og hérna, er ekki Valdimór í Harry Potter sem maður má ekki nefna. Já. Margt gott í þessum, mjög áhugavert þetta sem maður bendur á, margt gott í þessum þætti í gærkvöld, það er svona helst að maður hafi heyrt að það hefði mátt koma meiri gagnrýni á stjórnvöld. Já, til dæmis fyrir það að það er alltaf verið að benda á þetta. Það var reynda svolítið í þættinu, sko. Það var eiginlega eitthvað sem að sagði það, sko, það er alltaf verið að benda á þetta. Alltaf verið að lofa því að grípa til og ég held að það verið í þættinu með hvort það var í 10-13. Og það spila svona allar þessar yfirlýsingar ráðherrana, alvarleg augu og allt þetta bla bla bla, aldrei gert neitt. Já, og málið er bara það að í FL þeirra að vera að níðast á almenningi með því að hérna, taka þeim launin og hérna, brjóta á þeim og borga undir texta og hvað sem er, að þá er það ekki nógu mikilvægt til þess að það er alltaf hagsmunir sko braskarana og hérna, níðingana sem eru bara að virka þyngra. Ég held að við lifum bara í þenni heimi. Þau koma hingað Adam Kári Helgason, hann er eftirlitsfulltrúi í fagfélaginu og Eflingar og hefur farið á svona stað, Saga Kjartansdóttir sem er sérfræðingur á lögfræði og vinnumarkaðssviði ASÍ og Gúndega Jánína sem er varaformaður verkefnisfélags Hlífar og Margrét Sverrisdóttir sem er framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands. Þau koma hingað og ræða vinnumannsal sem er hérna krabbamein í íslensku samfélagi. En áður en að því kemur að þá koma hingað 2 gestir, það er forseti lýðveldisins Halla Tómasdóttir og biskup Íslands Guðrún Karls Helgadóttir. Já, ég var nú bara óskað til hamingju með það að ná þessu viðtali við þessar 2 frómu konur. Ég bara bauð þeim að koma hérna saman og mér fannst að vera snjöll hugmynd og þeim fannst að vera snjöll hugmynd og það er alltaf að koma hérna eftir. Mér hefur verið bent á það að svona snemma á embættistíð þessara 2 kvenna, þá sé þetta í rauninni eiginlega, það sé sleginn nýr tónn í embættismannasögu Íslendinga. Að þessar 2 konur, biskup og forseti, þær segi já við spurningunni að koma fram saman í fyrsta skipti í fjölmiðlum hér hjá okkur. Mér skilst að þetta sé mjög sérstakt og mér hefur verið bent á að það væri nú kannski ekki alveg víst að 2 karlar myndu gera þetta og bara vera til í þennan slag 1, 2 og 3. Já, ég skal koma með henni. Þannig að mér veist þetta merkilegt framtak. Hvað er það sem þú ætlar helst að ræða við þær? Ég, sko, eins og við höfum talað svolítið hér að það er eitthvað andrum í samfélaginu þegar koma svona hörmungatíðindi og eitthvað fleira, þá eru mjög margir sem eru til í að horfa á það að sé svona eins og varúðarmerki að þetta sé eitthvað sem við höfum að taka alvarlega og að ræða það hvort að samfélagi hafi einhvern veginn keyrt út af braut.
Og því að maður getur alveg séð fyrir sér að það kom einhver hörmungatíðindi og samfélagið tekur öðruvísi á því og tekur bara utan þá sem að verða fyrir því en það svolítið sérstakt að virðist vera mjög margir í samfélaginu upplifið að það sé eitthvað að. Kannski eigum við að horfast í eigin barm og kannski erum við að missa eitthvað, kannski að rakna upp svona félagslega netið í samfélaginu, kannski bara orðið nú mikil grimmd í því og þar fundi gottunum. Þannig ég ætla að byrja með að ræða aðeins þetta vegna þess að það er báðar svona að adressa þetta eins og sagt það er báðar talað inn í þetta. Þetta var þema hjá þeim báðum, var það ekki við þingsetningu? Já. Og það sem meira held ég að því að ég hef talað við þær báðar við vorum rættum við eiginlega alla forsetaframbjóðunar ég held að við rættum við alla nema Katrín Jakobsdóttur sem vildi ekki koma nei. En var boðið margoft og svo rætti ég líka við alla sem eiginlega rétt upp hönd og gáfu sig svona fram að vilja verða nefndir til biskupskjör eins og hann bara flókið að útskýra af hverju það var og þetta svona ástandið í samfélaginu svipað við erum að ræða núna var svona þema í gegnum bæði umræðurnar við forsetaframbjóðendur og biskupsframbjóðendur þannig að ég held að samtalið nú eftir við eiginlega bara tökum upp þráðinn þar sem áður var en það ég veit ekki hvort maður hafa orð á því að það sé svona það fallegt að þeim að koma inn í þetta okkar Lárisla hús litla herbyggi, ég er sammála því þetta er líka minnst í fjölmiðlinn á landinu þetta er nú að einhverju leyti viðurkenning held ég þótt að það séu kannski einhver aðrir sem ætti að benda á það en þær væru ekkert að koma hingað ef þeim finnist að hér væri tölu tóm vitleysa frá móti kvölds Við sjáum til við það koma hérna eftir biskupinn og forsetinn og við ætlum að ræða íslenskt samfélag en áður en á því kemur að þá munum við skjóta inn tilkynningum frá einhverjum en ég ætla að skjóta inn eins og ég gerir vanalega að benda á að samstöðin er tilraunaverkefni og sem lítur ágætlega út og efnilegt en byggir á því að áhorfendur og áheyrendur taki þátt annars vegar með því að hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið, benda vinum og vandamönnum á efni sem að fólki líkar hér benda á að það má finna okkur á Facebook og YouTube, öllum hlaðarsveitum í útvarpinu og í sjónvarpinu og þeim sem mann fá sjónvarpinu frá símanum en fyrst og fremst að þá hefur samstöð verið byggð upp á þeim hluta áhorfanda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur sem að leggja 2.500 krónur á mánuði til því megi borga meiri því viljið og með þessu litlum framlögum frá mörgum að þá hefur okkur tekist að byggja upp samstöðina og samstöðin vill halda áfram og vill efla ennþá dagskrárna þannig að það er hver einasta króna sem hingað eftir inn að hún verður notuð til þess að búa til betri dagskrá. Ef að þú hefur kannski fyrir löngu ákveðið það að samstöðun sé mikilvæg í íslensku samfélagi og vilt leggja okkur lið, þá hvet ég til þess að láta vera að því að skráði sem áskrifenda. Þú ferð inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að liggja ljóst fyrir. En hér koma örstuð skilaboð og svo koma hingað Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Guðrún Karls Helgadóttir, biskup Íslands. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, hér eru komnar biskup Íslands og forseti, Guðrún Karls Helgadóttir og Halla Tómasdóttir. Verið velkomnar. Takk fyrir. Það gerði svo tíðindi í sumar að við fengum nýjan forseta og við fengum nýjan biskup og bæði konur.
svona merkilegt. En það sem að mér langaði að ræða við ykkur núna, því að þið hafi bæði verið að eins og kallað að adressa, það svona einhver tilfinning í samfélaginu að það hafa komið hörmunga tíðindi og það gerist náttúrulega oft. En það sem að mér finnst merkilegt núna að það eins og sé einhver tilfinning í samfélaginu að við eigum að taka þessa viðburði til umræðu og það ekki endilega bara út af viðbröðum sjálfum, heldur það eins og að sé einhver tilfinning í samfélaginu að við séum einhver staðar höfum farið af braut og ég held að það sé ástæðan fyrir því að fólk svona tilbúið að ræða samfélagið okkar, erum við á réttri braut og annað slíkt. Og mér langar bara byrja að spyrja ykkur af því, það svo að kannski sé samfélagið okkar komið eitthvað út af braut? Já, ég get svona byrjað, takk fyrir að bjóða okkur hérna saman og það einstakur heiður að vera hérna með Guðrúnu og það gaman að við skildum báðar fá tækifæri til að koma inn í þessi nýju hlutverk á sama tíma. Ég held að áherslur okkar séu heilmikið líkar og komumst kannski að því í dag. En eins og við höfum rætt áður, Gunnar Smári, að þá held ég að við séum búin að vera með vísbendingar það í nokkur langan tíma okkur líði ekki vel. Að það séu, við erum búin að sjá gögnin og það er búin að gera margar skýrslur en vísbendingarnar sem við erum búin að sjá núna undanfarnar vikur og misseri eru bara þyngri en tárum tekur. Þetta er bara sorglegt að við séum komin einhvern veginn á þann stað þar sem við vitum öll að þetta er ekki samfélagið sem við viljum búa í. Þetta er það ekki. Það vill enginn búa í samfélagi þar sem að börn valda dauða annara barna, þar sem að börn lenda í hrottalegu ofbeldi, þar sem svo mörg upplifa sig utangátta. Þannig að ég held að það sé bara verið að vekja okkur með afskaplega harkalegum hætti og ég finn að samfélagið þyrstir í samtal samfélagsgerðina og við rættum þetta nú í vor og höfum rætt þetta áður. Þannig að það sem ég sé sem kannski silfurþræðina í miklum skýjum sem að mér finnst vera yfir samfélaginu núna og í hjörtum okkar allra að við erum að byrja að tala saman af einlægni þá staðreynd að það hefur orðið tengslarof á tímum þessara sítengingar sem að hefur mjög alvarlegar og ljótar birtingamyndir. Guðrún. Já, takk fyrir að bjóða okkur og gaman að vera hérna með þér, Halla. Og ég svo ánægð með að forseti skuli einmitt taka upp þessi mál vegna þess að þetta er svo stórt að við þurfum öll að taka höndum saman held ég. Og ég held að sé alveg rétt hjá þér með þessa tilfinningu. Því að ég hef fundið hana mjög sterkt undanfarið og ekkert bara í kirkjunni heldur bara í samfélaginu. Og það sem ég held að sé að gerast núna þegar við erum farin að tala þetta líka að fólk að rísa upp. Vegna þess að í grunninn fólkið í samfélaginu okkar gott fólk sem að vill gott samfélag. Og ég sá til dæmis bara í gærkveldi þá var stór foreldrafundur þarna 3 hverfa í Reykjavík þar sem að börnin voru með á fundunum og foreldrarnir þar sem að fólk virkilega vill gera eitthvað í þessum málum og breyta. Og það vakti athygli mína ummæli einnar stúlku þarna, unglingur sem var að tjá sig þessi mál og hún sagði, ég held að unglingar séu orðnir leiðir á leiðilegri fræðslu. Við nennum ekki að hlusta á leiðilega fræðslu, við viljum vera með í samtalinu, vegna þess að við höfum heilmikið fram að færa. Og þessna held ég að skipti svolítið máli, ég veit að forsetinn hefur verið að leita ráða hjá ungu fólki. Ég að skipa núna ungmennaráð sem að ég ætla að leita ráða hjá, bara sérstakann ráðgjafa hóp minn. Og ég held að sé svo mikilvægt að við hlustum á unglingana og eins og ég held að þau séu sjálf búin að fá nóg af þessu rofi sem ég held að hafi orðið með tilkomu meðal annars samfélagsmiðla. En þegar það tala rof, eigið þá við svona rof á bara hversdagslegum, enganlegum vettvangi, svona bara minni samskipti á milli fólks og ekki bara innan nánustu, heldur bara kannski enn frekar minni tengsl við svona tilvílunarkennd samskipti við ókunnuga með svona ákveðni fjarlægð bara í samfélaginu og alveg upp í svo ég vitna nú í forveraðin gjá á milli þings og þjóðar sem að maður heyri líka í samfélaginu þessi svona tilfinning fyrir því að stjórnvöld séu ekki að þjóna almannahagsmunum. Er tengsl þarna á milli
Eða eru þið fyrst og fremst að svona adressa það sem svona einkanlegt og óformlegt samfélag sem að veikjast? Ég get kannski byrjað hér og ég vissum að Guðrún getur bætt einhverju enn betra við, en það sem ég hef lært okkur mannfólkið í ólíkum störfum sem ég tekist á við að það eru svona tengsl sem skipta okkur sköpum. Það eru tengslin við okkur sjálf. Vitum við hver við erum við tengslum við mennskun okkar, vitum við fyrir hvað við stöndum og hvað við erum ekki tilbúin til að gera og svo framvegis. Það eru tengsl við aðra, þessi félagslegu tengsl, þau eru okkur lífsnauðsynleg. Þau eru ekki bara bónus, þau eru lífsnauðsynleg. Og það er tengslin við einhver tilgang, eitthvað sem er stærra heldur en þessi svona daglegu atburðir sem að kannski við getum gleymt okkur í, veraldlegt kapplaup eða eitthvað annað, tengslin við eitthvað tilgang, að við höfum að líf okkar sé eitthvað virði, að við séum að sinna eitthvað meiningu, að við höfum eitthvað tilgang í samfélaginu og í okkar eigin lífi. Og svo tengsl við eitthvað æðra, eitthvað sem er stærra og við erum í þjónustu fyrir, og ég held að þessi tengsl, þegar þau rofna hjá okkur sem einstaklingar, þá rofna þau líka á öllum sviðum samfélagsins. Að þetta er grunnurinn, þannig að ef við viljum laga tengsl milli þings og þjóðar, tengsl milli fólks í samfélaginu, tengsl við eitthvað stærri tilgang eða annað, þá verðum við að byrja á okkur sjálfum, og þess vegna í kjölfara af þessu samtali sem að Guðrún vísaði áðan, þar sem við fengum að megninu til ungt fólk á Bessastæði fyrir nokkrum vikum síðan, en líka fulltrúa sem að vinna að málefnum ungs fólks og rættum þessa sorgaratburði og hvernig væri hægt að gera kærleikan að eina vopninu í okkar samfélagi, og ákvaðum að gera strittarar kærleikans. Það sem gerðist í þeim tengslum sem við mynduðum þá, án síma, sátum í hring, töluðum saman, hlustuðum á hvort annað og fengust bara við þessa einu stóru spurningu, hvernig við gerum kærleikana eina vopninu í okkar samfélagi, að þá lærðu allir svo mikið. Eldra fólki lærði af yngri, við reynum ótrúlega hluti, yngra fólki lærði af eldri, öll lærðu við af sjónarhorni hvers annars, en þetta samtal, það hefur bara ekki verið, það er ekki þessi matartími sem alltaf var, það er ekki þessi útileikir sem alltaf voru. Krakkar tala orðið ótrúlega mikið saman bara í gegnum skjáin og jafnvel við foreldra sína. Bara hvort þannig ekki við aðra kynslóðir. Já, þannig að þetta kynslóða samtal, þetta kynslóða samstarf sem að ég hef lengi verið að kalla eftir og tel vera stóran lykil að því að við getum svona uppfært samfélagið í betri átt, að það byrjar heima á okkur sjálfum. Þessun eru við sem að köllum okkur núna riddara kærleikans og bjóðum öllum að vera með í að tala bara fyrst einfalda hluti, eins og að horfast í augu við hvort annað, líka þegar við erum út á götu, eins og að taka utan hvort annað, líka þegar við þekkjum ekki fólk en sjáum að það þarf á faðmlagi að halda. Eða taka utan hvort annað og þora að tala hluti sem við kannski höfum bara látið vera þarna en vitað af í eitthvað tíma. Heilsa nágrönnum sínum og strætóbílstjórunum og fólkinu út í bakari og þar út í göttunum. Og þakka fólkinu sem þjónustar okkur og allt þetta. En Guðrún, hallar að tala svona samskipti okkar við sjálf okkur sem nú eiginlega á þínum vett okkur kirkjunar getur það verið að okkur eru við í vanda með það núna allt í nútímanum? Mannskepnan hefur alltaf verið eins. Já, en tæknin hefur breyst, samskiptin hafa breyst. Og reynir þá að samskipti okkar við okkur sjálf? Já. Og sjálfsmynd okkar? Já, hver er hlutur okkar í samfélaginu? Ég held að hluti af því að vaksa sem manneskja og þroskast mitt að vera í tengslum við annað fólk og við eitthvað sem gefur okkur æðri tilgang, og ég held að þarna þetta er líka eitt grundvallaratriði, þetta með tengslin við eitthvað æðra. Það eru til dæmis, ég veit ekki hvort ég hef heyrt þarna, þetta er ekki Blue Line, byggðirnar í heiminum þar sem að fólk Blue Zones, þar sem fólk lifir lengur en annar staðar. Og hamingjusamar. Er hamingjusamra og fær lengra og svona innihaldsríkara líf og þar koma til alls kyns hlutir. En meðal annars það að fólk upplifir að það hafi einhver tilgang og sá tilgangur getur ekki bara verið á Messenger eða einhverju þess áttar. Og ég þekki þetta alveg sjálf. Það er miklu þægilega að bara senda skilaboð, það þurfi ekki að vera að eyða tíma í að tala saman, þetta tekur svo langan tíma. En ég held samt að þetta með æðri tengslin við eitthvað æðra og að upplifa að við höfum eitthvað tilgang sem er æðri en bara þetta hér sem við sjáum og getum snert og fundið skiptimáli. Og ég
Ég ætla að halda því fram að það hafi verið ákveðið mistök í okkar samfélagi að útrýma trúarbrögðum úr almannarýminu. Ég held að það hafi verið mistök vegna þess að ég held að það hafi verið mun skynsamlegra að bjóða öllum inn í almannarýmið í staðin fyrir að ætla að ýta öllu út vegna þess að þegar þú ýtir trúarbrögðunum út og ætlar að setja hlutleysið inn. Hlutleysið nefnilega líka afstaða og hægt að sjá líka sem nokkurs konar trúarbrögð. Þannig að ég held að við verðum að opna okkur aftur og það sem hefur gerst til dæmis eins og í skólunum, það sem að kirkjan var alveg tekin út og sumuleyti átti alveg rétt á sér að auðvitað á ekki að boða trú í skólum og ég tek fullilega undir það. En það samt þannig í dag að þegar eitthvað alvarlegt gerist þá haft samband við kirkjun og það haft samband við presta vegna þess að það við höfum mörg hundruð ára reynslu af því að einmitt eiga við þessi erfiðu mál og núna þegar öll þessi erfiðu mál sem átt sér stað undanfarið bæði hér á höfuðborgarsvæðinu, Austurlandi Grindavík algjörlega og það til dæmis bara 7 manndráp á Íslandi á þessu ári. Allstaðar á bakvið þetta fólk úr kirkjunni að störfum. Og mitt hlutverk svona að vera þar á bakvið og styðja mitt fólk sem að að vinna í þessu. En tilgangur. Ég geti fundið tilgang með mínu lífi og þið með ykkar og svona. En þurfum við ekki líka að hafa eitthvað svona tilgang með samfélaginu okkar? Að ef við búum í þessu samfélagi að það þarf að vera eitthvað svona samstaða að það sé á einhverju tiltekinni leið, að það sé, þú veist, hvaða kröfur við getum gert það. Óttist þið það að sú samstaða einhvern sameiginlegan tilgang í samfélaginu okkar, að hún sé að rakna upp? Já, ég held að það sem að ég myndi segja þetta og ég veit að ég ætla að nota orð sem að ég kannski sumum finnst full ofnotað en mér finnst skipta máli að við tínumst, við villumst að leið þegar við höfum engan áttavita. Ef við finnum til sjós eða til fjalls í göngu og höfum engan áttavita þá allavega ef gangan erfið og við erum að upplifa erfiða tíma núna að þá villist við að leið og þannig að hvort sem það kemur í gegnum trúarbrögð eða aðrar leiðir þá ég þeirra skoðunar að bæði samfélaginu í heild sinni og okkur sem einstaklingum bara skorti þennan áttavita í dag. Ég held reyndar að við höfum gert heiðarlega tilraun til að byrja að búa hann til sem þjóð með slembiúrtaki á þjóðfundi 2009 en svo líða bara öll þessi ár, allur þessi tími og á þeim tíma, í rauninni 2010 byrjar samfélagsmiðla byltingin þar sem að síminn verður inngróin í hönd hvers einstaklings og augun okkar oftar á þeim heldur en í augunum á hverju öðru og allt þetta að gerast akkurat frá því að það gerist og heil kynslóð komin til áhrifa í samfélaginu og önnur kynslóð að verða til og svo framvegis á þessum tíma að þá höfum við einhvern veginn farið frá því að tengja að virkja allar þessar mikilvægu tengingar við tilganginn og við hvort annað og við okkur sjálf og við eitthvað æðra og orðið bara svo sítengt að ungt fólk 9 klukkutíma á dag á skjá, þar af 5 á samfélagsmiðlum, fá 240 tilkynningar á dag. Við erum að tala held ég, framheilaskaða hjá börnum og ég held að það sé ekki orðum ofaukið að samfélagsmiðlar séu orðnir og muni verða eftir á tóbak nútímans og það þurfi átak til þess að taka þetta fíkniefni að einhver leit úr umferð og breyta þessu munstri og þessum tæknum til að styðja við mannlegt líf og manngildi og samskipti sem eru heilbrigð og uppbyggileg og draga úr þeim staðreyndum að það bil 9 á hverjum 10 fréttum sem að við eða færslum sem við lesum á helstu samfélagsmiðlum eru bara að birtast ákveðnum hóp og eru kannski hatur, ofbeldi eða lygi eða rangar upplýsingar. Og þegar þú ert farin að búa í einhverjum bergmálshelli þar sem bara eitt af því sem þú sérð uppbyggilegt. En restin einhvern veginn að sýna þér ofbeldi eða sýna þér hatur og ljótleika eða sýna þér rangar upplýsingar sem að bara æsa þau upp tilfinningarlega en eru bara kannski ein hlið á máli eða bara illa ígrunda mál, bara fyrirsagnir í fjölmiðlum endurspegla síðan þennan veruleika að þá ertu bara að búa til samfélag þar sem hver og einn býr í súrheysturni.
og bergmálshelli og þetta held ég Gunnar Smári að sé ofboðslega mikil rót en ekki það eina. En ef við ætlum að reyna að búa okkur til þennan sameiginlega áttavita, þá þurfum við einhvern veginn að stíga út úr þessum bergmálsvellum eða byggja brýr á milli þeirra. Vegna þess að við erum ekki að hlusta og foreldrar viti ekki einu sinni hvað í bergmálshelli barna þeirra. Þau hafa ekki hugmynd það. Við sjáum þetta í þessum samtölum sem við erum að taka. Þau hafa bara ekki hugmynd það. Og börnin að segja okkur þetta. Maður velti fyrir sér, er vandinn tæknin eða er vandinn að þessi tækni kom inn í samfélag sem að tæknin magnar upp annmarka samfélagsins og það sem að tengslarófin voru byrjuð og kannski það hlýtur að vera bæði sko, þá veit maður aldrei sko, hvernig á maður að bregðast við, á maður að berjast gegn tækninni eða reyna að berjast gegn því þeim meinum sem valda því að tæknin hefur þessar afleiðingar. En það er líka annað í þessu sko, ungt fólk til dæmis er mjög útsett fyrir kvíða og ég man eftir því þegar ég var alast upp og þú líka, við erum nú svipuðum aldrei að þá var það til dæmis upp í Kópavoginum, svo við lyftum nú Kópavoginum en það var sko vestur og austur en þá var það kjarnorkuógnin og ég man eftir því að hafa setið með vinkonunum þar sem við fórum í gegnum símaskrána og æfðum okkur hvað við áttum að gera ef það kemur kjarnorkusprengja hér eða jarðskjálfti eða eitthvað þess að þar. Og í dag lifum við á tímum þar sem að sko, þannig að stríða allt í kringum okkur sem að færast nær, sem að börnin eru mjög meðvituð eða unga fólkið og síðan náttúrulega mjög erfiðir atburðir hér á landi líka og ég meina til dæmis það sem að gerast í Grindavík þannig að flytja heilt bæjarfélagi í burtu og krakkarnir hafa svo greiðan aðgangað upplýsingum þetta allt saman, hann er stöðugt í andlitun á þeim og þar kemur kannski líka vandinn að meirhlutan af þessum upplýsingum ekkert endilega réttar. Fólk að fá, það svo mikil óreiða í þessu öllu saman að fólk ekkert að fá réttar upplýsingar. Foreldrarnir eru kannski ekki meðvituð hvað það sem þau eru að sjá. Því það líka annað sem að veldur mjög miklum kvíða hjá ungu fólk í dag og það loftslagskvíði og það raunverulegur alvarlegur kvíði. Þar sem að sko ungt fólk til dæmis veigra sér við að eignast börn, ekki eingöngu vegna þess að það hafi ágjörð af því hvers konar heimi börnin þeirra munu lifa í, heldur vegna þess að þau vil ekki bæta á umhverfis ógnin í heiminum með því að bæta við heilli mannsku. Og þetta alvöru kvíði. En þess vegna svo mikilvægt held ég, sko ekki bara við séum einmitt alltaf í símanum eða í á þessum miðlum, heldur hvað upplýsingar að koma, hvað eru börnin okkar að sjá. Við þurfum að fylgjast með þessu og reyna einhvern veginn að koma með eitthvað heilbrigt og gott og jákvætt inn í þetta líka. Kannski hæfni samfélagsins að taka á móti áskorunum og það í sjálfum sér ekkert að því að við séum með erfið og mikilvæg áríðandi mál framundan. Það er ástæða fyrir vegum að vera að taka á þeim að þau eru áríðandi og mikilvæg og það í sjálfu sér bara jákvætt. En það náttúrulega hryllilegt ef að niðurstaðan svo að megi ekki bæta við barnin í heiminn því að líklega helsta lausnin á þessum vanda lítið barn eða ekki. Svo ég vitni. Já, nákvæmlega. Það náttúrulega og það ég velta fyrir mér skort að samfélagi sé bara svona getan og maður heyri það líka að svona samtalið sé að rofna og það sé með polarisering og þeir kannast við þetta, það sé erfiðar að eiga bara eitthvað debatt og að fólk sé að tala saman og þá náttúrulega að hverfa sko geta samfélagsins til þess að taka á við vandamálum þar sem að vandi sem að ætti bara að vera gleðilegt úrlausnarefni. Við getum ekki óska eftir að lifa í heimi án vandamála. Nei, og í rauninni það að takast á við áskoranir eitthvað sem gefur lífinu gildi ef við getum gert það saman og uppbyggilegan máta og ég hef til dæmis lært það á eigin lífi að það sem gefur mér helst von þegar ég að vinna með öðrum að því að bæta heiminn. Það gefur mér tilgang, það gefur mér von, það gefur mér kraft og orku og hefur breytt lífi mínu að ákveða að reyna að setja líf mitt í þann farveg. En mér langar bara til að vísa aðeins í staðreyndir að því að ég held að þetta sé góð spurning hjá þér. Þetta voru við vanda fyrr og kom fíkniefnið sem heitir snjallsími og samfélagsmiðlar og ýkti þann vanda eða byggum hann til með því. Ég held að það verði alltaf svarið verði að vera bæði en við vitum
af rannsóknum sem hafa verið gerð í löndum allt í kring og langt í burtu frá okkur, að sérstaklega með unga fólkið okkar, 13 til 16 ára aldurinn, þar sem að sko er bara mjög mikilvæg svona inngildinga eiga sér staði hvað þér finnst sjálfan þig og þú ert að finna svona þín félagslegu tengsl og þau skipta þig mestu máli akkurat á þessum árum, að þá eru þau að við erum að sjá tvöföldun í kvíða, tvöföldun í þunglindi og svona aukningu á bara erfiðri andlegri hegðun á sama tíma og þetta gerist. Þannig að við vitum að þetta er allavega einhver íking, við vitum það. En við vitum líka að stærsti hluti krakkana okkar í góðum málum, eru betur upplýst heldur en við höfum tækifæri á að vera og langar til að láta til sín taka. Þess vegna fóru krakkar í loftslagsverkföll, þess vegna eru krakkar að tala að berjast fyrir friði, þess vegna eru krakkar að segja, og þau eru ekki kannski orðin eins dofin eins og kannski við of mörg erum, gagnvart því að sjá börn sem saklaus fórnarlömb í stríði, eða gagnvart því að sjá einhvern ójöfnuð sem er ósjálfbær, eða gagnvart því að sjá alla þessa veðuratburði sem eru byrjar að hafa áhrif á okkur og þau vilja að við tökum ábyrgð á. Þannig að ég get ekki tekið nógu sterkt undir mikilvægi þess að unga fólki fái ekki bara að hlusta á okkur, fái ekki bara sæti við borðið, heldur fái bæði ábyrgð og valdefling og stuðning frá okkur sem eldri erum í að gera eitthvað í þessu. Því að fyrirkvíðin vex svo mikið þegar að þú sérð vandan en færð ekki að gera neitt í honum. Þá verður til eitthvað sem ég kalla fyrirkvíða. Við vitum ekkert alveg í sálfræðinni hvernig við höfum að takast á við það að vera komin með kynslóð, kannski í fyrsta sinn, sem segir mín býður ekki betri heimur. Út af þessum hlutum sem í gangi, út af stríðsók sem orðin mjög raunveruleg og mjög vaxandi, út af loftslagsbreytingum, út af því að ég veit ekki hvernig ég á að finna þak yfir höfuðið eða treysta því að ég geti komið með barnið inn í þannan heim, eða út af því að allt sem ég sé á samfélagsmiðlum eða fjölmiðlum að verða ljótt. Þannig að ég þarf einhvern veginn að deyfa mig með fíkniefnum eða ég þarf að deyfa mig með einhverju skel. Þetta, þannig að ég ætla bara algjörlega að taka undir með þér að við vorum með kerfi sem að studdi ekki við mennskuna og studdi ekki við það sem við þurfum á að halda sem mannlegt samfélag áður en þetta gerðist. En þetta hefur ýkt rosalega og verið eins og fíkniefni til viðbótar við það sem við venjulega köllum fíkniefni, þessi þróun. Eitt sem hefur verið bent á í þróunin er að stjórnmálin snúist meira svona tæknilega úrlausnir og ég meina að stjórnmálamenn sjálfur hvart yfir því að sé ekki stjórnmálaumræða innan stjórnmálana og við bara sjáum það í könnunum að það minnkandi traust á stjórnmálunum, minnkandi traust á Alþingi og borgarstjórn og við erum núna með ríkisstjórn sem nýtur lítið traust og þarlegandi þá stjórnmálavettvangur kannski ekki vettvangur og veikari fjölmiðla og bara þar sem stjórnmálaumræðan fer fram þannig að við erum kannski með veikari vettvang þar til þess að fást þessar spurningar sem hér eru uppi og þá vill svo vel til að við erum bæði með embætti biskups og forseta til þess að er það þannig að út af þessari stöðu, út af svona þessari tilfinningu sem við erum að ræða hér veikingu samfélagsins, að er ekki embætti ykkar bara svolítið áriðandi þessa dagana og missurum? Jú, og ég held að það sé mikil ábyrgð á okkur sem að gegnum þessum embættum einmitt núna að nýta einmitt þetta vegna þess að við þurfum ekki að vera í sama þrasi og stjórnmálin og í stjórnmálunum er ekki verið að ræða gildin beinlínis þó svo að auðvitað sé það held ég að bakvið hjá hverju einustu mannesku sem fer í stjórnmál að vilja gera heiminn betri en svo vitum við alveg hvernig það verður að við förum svo bara að fara að tala tæknileg atriði eðlilega og þess vegna er svo ábyrgð myndi ég segja á okkur einmitt forseta, biskup og fleirum að lyfta þessum málum upp á svolítið svona annað plan en á sama tíma þá held ég að við þurfum ekki alltaf að gera alla hluti eins og við höfum alltaf gert á og ég held að fólk sem í stjórnmálum geti líka alveg reynt að breyta þessu og farið að kannski ræða meira þessi gildi almennt en svo er það líka kannski okkar svolítið að búa til svona rými fyrir þetta og nú er forseti Íslands að gera það með riddara kærleikans og ég tek fullan þátt í því og er svo sannarlega riddari kærleikans. En það er þetta sem við erum að gera í kirkjunni alltaf.
það nákvæmlega að ræða þessi gildi og þessa hluti og þess vegna finnst mér líka sérstaklega sárt að sjá hvernig þessi hlutir hafa smám saman sko farið út á jaðarinn í samfélaginu okkar, þar sem við megum aldrei ræða trú eða það sem að oft það sem að gefur svo mörgum einhvern veginn innihald í lífinu. Og í mínum huga þarf það ekki endilega alltaf að vera það að ræða sko kristnatrú. Heldur bara hvað það sem að gefur mínu lífi gildi. Því að það líka svo auðvelt að nýta alla þessa tækni í dag og þessa ofbóðslega sko þetta flæði upplýsinga sem við getum nýtt okkur og komið til fólks með svo auðveldum hætti í dag til þess að skapa ótta. Og það náttúrulega það sem að gerast þegar þessi polarisering verður, að það náttúrulega ákveðin öfl í samfélaginu sem að þrífast á þessu og geta komið kannski ákveðinu hlutum áfram ef þeim tekst að skipta okkur nógu mikið í lið og fá okkur til að vera að beina athyglinni að einhverju öðru en við kannski ættum að vera beina athyglinni til þess að eignast gott samfélag. Áttu það við að einhver svona andlegur þáttur sé svona móteitur við óttanum? Ég held það svo sannarlega og vegna þess að í þessum andlega þætti það felst í því líka að virkja það sem að þú varst einmitt að tala áðan sko tengslin við okkur sjálf og tengslin við náungan. Ekki bara ótti elur af sér ótta en kærleikur elur líka af sér kærleika. Þetta smitandi orka, þetta allt spurningum hver við erum að velja að vera og ég held að við sem samfélag stöndum frammi fyrir því og það þýðir ekki að það sé ekki mikilvæga lausnir í kerfinu sem stjórnmálafólkið okkar með á sínu borði og þarf að sinna og ég reyni eftir fremsta megni að styrkja þau og styðja í því sem ég trúi eins og Guðrún að sé þeirra tilgangur að reyna að gera gagn og láta gott af sér leiða en ég tek eftir því í stjórnmálunum eins og í samfélaginu að þar súrheysturnarnir sannarlega líka til staðar og ég held að það væri áhugaverð spurning fyrir okkar ágæta stjórnmálafólk að velta fyrir sér hvar og hvenar eigum við samtal þessa stóru mynd andrúmsloftið í samfélaginu, andrúmsloftið á þinginu, stóru myndin hvert við stefnum og samfélagsgerðina. Það einhvern veginn ekki eins og við sjáum það allavega mikið fyrir opnum tjöldum. En ég veit þó að allavega þegar ég hef verið að hitta formenn stjórnmálaflokka og ráðherra landsins og ég í virku samtali við þá til að ég skilji og viti og reyna að styðja við að við séum að taka á þessum stóru málum sem skipta okkur öll máli að það alveg vilji til þess en það næstu því eins og kerfiskúltúrin sem orðin til sé þannig að við kunnum ekki að lyfta okkur upp úr dægurþrasinu í mennskuna í langtíman og þess vegna hef ég verið að taka upp form á Bessastöðum þegar fólk kemur til mín og sem að ég kalla meira þá samtalsform frekar en að ég sé með einhverja eintölu þegar fólk kemur á staðinn að reyna að búa til ég að reyna að taka minni hópa frekar en að fylla Bessastöðafólki nógu fáa til þess að við getum setið í borðstofunni í ring tala saman, hort í augun á hvert öðru engir símar með og átt samtal og mér langar að vísa bara sérstaklega eitt að þegar mér þótti þetta ótrúlega merkilegt samtal fyrir utan þetta samtal þegar ritara kærleikans urðu til þvert á kynslóður og hóp í samfélaginu það var svo fallegt. Ég hitti kynslóð sem fæddist árið 1944 frá Skagafólk sem kom í bæinn að halda upp 80 ára afmæli sitt og 80 ára afmæli lýðveldisins og við sátum í svona ring, þetta var fyrstu hópunum sem ég sat í svona ring með og við ræddum þá staðreynd að æskan okkar virðist vera í vanda og samfélagið okkar þar af leiðandi líka en voru sérstaklega að tala æskuna og ég spurði þau, hvað úr ykkar æsku myndu þið vilja gefa æsku landsins í dag og það fættist eitthvað það fallegasta samtal sem ég átti í langan tíma en þetta var samt svo einfalt fyrsta orðið var nánd sem kom eiginlega hjá öllum, nánd, það var fyrsta orðið en annað orðið við kærleik eða tengsl annað orðið var frelsi innan ramma þar að segja að það voru reglur og kannski eru það svolítið týndar en það var frelsi innan þess ramma útileikur engin skjár, ekkert sjónvarp í júlí og ekkert sjónvarp á 50 dögum og allt það kynslóðir meira saman og samfélag sem tekur utanum þá sem að verða eftir í samfélaginu það vissu allir í samfélaginu hver það var sem þurfti að taka utanum
sem fekk ekki nóg að borða eða þar sem enginn var heima. Þannig að þetta voru svona einfaldur og mannlegir þættir og ég finn bæði frá þessum foreldrafundi sem Guðrún vísaði í gær og öllum þessum samtölum sem við erum að eiga að það er hungur eftir þessu. Unga fólkið hefur komið mér mjög óvart þegar þau segja að við getum kannski ekki bannað samfélagsmiðla en við höldum að það þurfi að takmarka þá því að þeir eru bara fíkniefni og við viljum tala meira við fullorðna og við viljum að fullorðna fólki setja staðar fyrir okkur og við viljum fá að ræða tilfinningar og unga fólki okkar hefur sagt svo fallega hluti sem hafa hreyft bara við fullorðna fólkinu sem í þessum samtölum sem við erum að eiga og ég held að bara þessi einfalda aðgerð að byrja á þessu samtali hvar sem við erum, á vinnustöðum, í skólunum, í kirkjunni, í vinahópunum, í fjölskyldunum sé ótrúlega heilandi og mikilvægt fyrir okkur en það ekki nóg til að taka utan fjölmarga sem að þurfa á samfélagslegum, kerfislegum lausnum að halda núna. Að læra íslensku, við að fá inngildingu í samfélagið, við að fá hjálp við fíkniefnasjúkdómum eða öll þessi mál. Þau eru orðin miklu fleiri á mjög stuttum tíma heldur en nokkru sinni áður í okkar samtíma sögu. En ég hef tekið eftir einu, undanfarið. Fólk vill tala tilfinningar allt í einu, opinberlega. Þetta nýtt. Og þarna getum við lært af unga fólkinu. Já, og þetta ákall sem hefur komið undanfarið eftir hörmulega atburði núna í lok sumars og haust hafa leitt til þess að það er svo lítið gott að vaksa upp úr þessu því miður þá þarf oft eitthvað hryllilegt að gerast til þess að við áttum okkur. En það þó allavega gott að við nýtum það til þess. Og það þessi hringsamtöl, þau eru svo mikilvæg. Það þetta með að horfast í augu og það það sem við lærum til dæmis í sálgæslunni að oft allt það sem að manneskjan þarf, það virkilega að finna og virkilega að finna hér inn í þér að það einhver sem sér þig. Það einhver sem tekur eftir þér, það einhver sem hlustar á þig og þú ert marktæk. Og þá skiptir raun og veru einmitt engu máli hvort þú ert ung eða hvort þú ert gömul. Vegna þess að okkur þyrstir öll eftir þessu. Og þess vegna svo mikilvægt held ég að reyna að skapa minni samtöl í samfélaginu og að fólk upplifi að þú skiptir máli. Því ég held að það eitt af versta sem manneska upplifir að missa tilgangin. Missa vonina. Já, að kærleikan og maður að bara ræktan, vera í ræktinni og stunda kærleika í öllum samskiptum við fólk. En við búum líka í samfélagi sem á sig svona formulega stofnanir og það eru kröfur í samfélaginu að stofnanir okkar sýni kærleika. Útlendingastofnun sýni kærleika eða bara tryggingastofnun eða bara allar stofnanir okkar sýni kærleika sem við byggðum upp á kærleika. Það líka markmiðið ekki. Þeir eru ekki bara að segja mér að flokka sorpið og svo eigum við að láta stóru stofnunina halda áfram að menga. Það lítur að vera markmið okkar að við byggjum upp réttlátt samfélag, allavega mennst samfélag út frá sjónarhóli þeirra sem að búa hérna, þeirra sem fæddir 44 og ég vissum að fólki sem fæddist 54, 64, 74, 84, 94 og 2004 munu vera saman að þessu. Ég algjörlega og það eitt af því að þú nefndi tilgangin og í þessu sjónamiði með stofnanir og hvar við stofnanir okkar hafa kannski brugðist. Það eru margir hópar í samfélaginu sem við getum held ég bent á en eitt sem að ég hef sannarlega verið að heyra í þessum ringsamtölum okkar með strákan okkar, með drengin okkar að það hefði orðið jafnvel meira rof hjá mörgum þeirra við þennan að þeir séu eitthvað virði, að það sé tilgangur fyrir þá og að það svona hafi kannski ýtt undir að þeir reyna að leita að einhverjum stað til að tilheyra og annað og þetta birtist með ýmsum hætti og ég veit að þetta getur verið viðkvæmt að ræða því ég alls ekki að reyna hérna að segja að strákar séu eitthvað vandamál, ég held frekar að við sem samfélag séum eitthvað vandamál sem höfum aðeins gleymt að taka utan um þá og að því við erum að tala áðurum fyrir mig stofnanirnar eitt af mörgu sem ég þykir vænt í þessu embætti sem að ég gegni núna að ég þarf bara að vera út á götu eða í morgun á ungmennahátíði RIF þar sem að ungu krakkarnir eru og þá koma stelpur til minn sem strákar og biðja faðmlag. Má ég fá knús? Þetta algengasta spurningin sem ég fæ og svo auðvitað kemur má ég fá selfie. En það byrjar á knúsi og það eitthvað svona nýtt og eitthvað hlýja í því og
það sem við lærðum í þessu fyrsta samtali Riddara kærleikans sem við erum núna að fara inn í á forvarnadaginn inn í grunnskóla og menntaskóla að endurtaka og vonumst til að fá allt skólasamfélagið með okkur og allar kirkjurnar með okkur og allar vinnustæðina með okkur, að þetta bara hreyfing sem allir geta verið með í, að það sem að sko þetta byrja stundum bara á svo einföldum hlut, það bara eitthvað sem sér mig, það eitthvað sem tekur utanum mig og ég held að við þurfum svolítið að taka utanum og hjálpa stofnunum okkar að taka utanum þá hópa sem enginn að taka utanum núna, en við getum ekki bara bent á stofnanir sem svolítið lenskan oft í samfélaginu, við viljum bent út gluggan frekar en að segja hvað get ég gert. Samhliða því að við byggjum stofnanir okkar að bæta sig, auka við pláss, auka við getu, minnka biðlista, setja meiri fjármuni í forvarnir og að taka við þeim sem að fara út af brautinu og þurfa að fá að komast aftur inn í samfélag, þarf að taka utanum, að þá þurfum við að taka utanum alla þá sem í lagi eða sá hópur mun stækka. Og það svolítið markmið Riddara kærleikans að bara við séum með fólk sem að ekkert venjulega kannski að tjá sig. Og ég ætla að leyfa mér að umorða það sem einn ungur menntaskólanemyndi sagði við eldri karla á fundi að því ég fór að vísa í strákana hjá okkur á Bessastöðum. Hann sagði, okkur sárvandar, ég held að hann sé 19 ára, eða kannski að verða 20, okkur sárvandar karlfyrirmyndir sem tala tilfinningar og gera það í lagi. Og gefa okkur sem yngri eru heimild til þess að mýkt sé val en ekki bara harka. Og það hluta svarinu við því að við ætlum ekki að velja ofbeldi heldur kærleika í okkar samfélagi. Og þannig að það ekkert okkar, held ég, stofnanir sem einstaklingar, konur sem karlar sem hvar sem við erum í samfélaginu, þá held ég að við höfum hlutverk ef við ætlum í rauninni að breyta menningunni í samfélaginu. Ég veit að þið eru fyrirgefðu. Ég veit að þið eru upptekna sko, en ég að reyna að halda mig innan tímamarka. Það eitt sem langar til að spyrja skiptir máli að biskup og forseti séu konur á sama tíma? Því Halla var svona að tala kynin hérna. Það skemmtilegt. Ég veit ekki alveg hvort það skiptir máli. Það skemmtilegt og það gott. Ég held að skiptir máli til dæmis að biskup, það hefur verið valin kona á eftir konu. Ég held að það skiptir svolítið máli. Vegna þess að lenskan alltaf svolítið að nú erum við búin að prófa konu, förum aftur og veljum kall. Það tökum 100 næstu kallar líka. Þannig ég myndi eiginlega vilja segja að með því að velja konu aftur, þá erum við búin að mölva glerþakið, sem var svona búið að brjóta aðeins upp úr. En ég verð að segja þetta sama með forsetaembætti að við skulum velja í öðru sinni. Og svona áberandi, ekki bara, þetta snýst ekki mig, það var 75% atkvæða sem fór til kvenna í kosningunum sem sýnir það að við allavega erum að lyfta þeim eiginleikum sem konur koma gjarna með að borðinu, en ég að kalla eftir að karlar kom ekki síður með að borðinu sem eru áherslur myktarinnar, frekar en áherslur hörkunar. Þá get ég endur til spurninguna, þeir eru komin í þann stað að það er bara sjálfsagt að kjósa konu sem biskup eða forseta. Hverju breytir það? Ég held að það sem skiptir kannski máli fyrir okkur að einmitt vera ekki númer 1. Vegna þess að það alltaf svolítið erfitt að vera þessi númer 1 sem að þarf að gera alla hluti í fyrsta sinn og einhvern veginn að bundnari af mörgum hefðum og venjum. Við erum frjálsari held ég að því við erum númer 2 vegna þess að það búið að fara í gegnum þetta fyrsta, þannig við eigum sannarlega okkar forverum mikið að þakka. En ég held að það sem að gerist með tilkomu okkar beggja í þessu embætti að ég held við séum frjálsari til þess að gera hlutina öðruvísi og ég veit alveg að við erum báðar svolítið þannig að við hugsum hlutina kannski aðeins öðruvísi en oft hefur verið gert. Þannig að, en svo líka voðalega gaman að vera 2 konur. Já, rosalega gaman og ég ætla bara að leyfa mér jafnvel að stíga einu skrefinu lengra og segja að ég held að skipti máli. Og ég finn allavega styrk af því að taka við á þessum sömu tímum og Guðrún gerir það og finn samhljóm í okkar skilaboðum og ég held að það sé kannski það sem að stundum kemur með kvenleiðtogum en sannarlega mörgum góðum karlleiðtogum líka. Það eru þessar áherslur á samstarf og samvinnu frekar en samkeppni. Það eru þessar áherslur á mennsku og mýkt frekar en hörku og átök. Það eru þessar áherslur sem að ég hef stundum kallað stærri skilgreining á árangri, að það get ekki bara verið eina markmið samfélags að hámarka hagnað eða hagvöxt til skamstíma fyrir bara einn hóp í samfélaginu sem heitir hluthafar, að í rauninni séum við öll hluthafar í íslensku samfélagi og að okkar
æðstu óskir séu yfirleitt ekki þessar veraldlegu þegar að nóg komið af þeim. Þær eru veraldlegar þegar við erum fátæk, þegar við eigum ekki nóg, þegar við getum, þá þarf að hugsa það, þak yfir höfuðið, en þegar að við sem samfélag sem höfum sannlega allt til alls til þess að allir ætti að geta verið þar, að þá eru nú yfirleitt markmiðin í lífinu að vera góð manneskja, gera gagn, láta gott að sér leiða, eiga góð tengsl, að lifa hamingjusömu og innihaldsríku lífi, að halda í heilsuna og haldi heilsu samfélagsins og lýðræðisins. Og þetta allt einhvern veginn hvergi inn í skilgreiningu árangurs og ég held að við eigum og séum byrjaðar að tala fyrir því og munum hafa áhrif að við séum að það muni hafa áhrif að við komum inn á sama tíma og gerum það, en enginn, og þetta vita konur best, enginn gerir neitt merkilegt einn og heldur ekki tvær. Ef við ætlum að gera eitthvað merkilegt hérna á Íslandi núna, að þá þarf margt að koma til og margir að koma að borðum þvert á kynslóður og hópa samfélagsins og við getum vonandi búið til pláss fyrir það. Og ég held að þetta sé afar mikilvægt. Við gerum ekkert ein og ekki tvær og jafnvel líka gott að vera tengt einhverju enn aðra gildi. Herðu, Guðrún og Halla, kæri þakki fyrir að koma í heimsókn saman í fyrsta skipti held ég í viðtal í þennan minnsta fjölmiðil á Íslandi. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir að búa til rými og hafa borð þar sem við eigum alvöru samtal og þorum að fara á dýftina. Herðu, kæri þakkir. Takk fyrir. Takk. En ég sitt hérna áfram og ætla að ræða allt önnur mál. Við ætlum að ræða vinnumansal. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89. Já, við ætlum að ræða vinnumansal af gefnu tilefni. Það á morgun ráðstefna Alþýðusambandsins vinnumansal og í gær var þáttur Kveiks sem að fjallaði þetta sem að ég heyrði forseta Alþýðusambandsins nefna í morgun sem krabbamein í íslensku samfélagi. Hingað komið fólk sem að bæði mun vera með þáttöku á ráðstefnuna morgun og þekkir þessi mál. Hérna Adam Kári Helgason, hann eftirlitsfulltrúi fagfélagana og Eflingar, Saga Kjartansdóttir sem sérfræðingur á lögfræði og vinnumarkaðssviði ASÍ og Gúndega Ján Línina sem varaformaður verkalýðsfélagsins Lífar og Margrét Steinarsdóttir sem framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands. Verið velkomin. Takk fyrir það. Takk. Hérna, ég býst við að margir sem að hlusta okkur og horfa núna hafi séð hérna þátt Kveiks í gær. Má ég bara byrja á því, Adam, hvernig fannst þér þátturinn? Það er bara mjög góður og þarft að koma þessu aftur á efst á blað. Þetta þriðji þátturinn Kveiks svona mannsal og því tengdu og hvernig vinnumarkaðurinn óheilbrigður og best væri bara einmitt að pólitíkar sem myndi drullast til þess að gera eitthvað, ekki bara tala þetta. Já, það það sem maður hugsa þegar maður horfði á þáttinn, því að vitna í eldri þætti og sjálfur sér búið að segja þessa sögu áður, eins og þú benda á. Já. En það hefur ekkert breyst. Bara mjög lítið. Eins og með starfsmannaleigunar, það var skrifandi samkomulag fyrir mörgum árum síðan milli ASÍ og SA það að setja einhvers konar gæðakerfi fyrir starfsmannalegur sérstaklega. Það hefur ekkert æxlast neitt og þetta svo sem svipað og það var reynt að gera þetta fyrir einkaaðilar reynt að gera þetta fyrir ferðaþjónustuna en þeim fannst heldur erfitt að verða við kröfum ASÍ og stéttarfélagana það að hafa sín mál í lagi gagnvart kjarasamningum og sínu fólki og þá féll það bara sjálfsvið. Það þannig saga að þegar stjórnvöld sjá hver vandinn og skynjan og eins og í framsetningu Kveiks þá skilur það bæði með heilanu og hjartanu og samviskunni. En þegar kemur að því að stjórnvöld grípa til að þá það annars vegar með hagsmuni verkafólksins og svo hagsmuni þeirra sem reka starfsmannaleigu. Og þetta bara hærri hagsmunir. Já, ég held að það hljóta að vera þáttur í þessu því annars væri búið að laga þetta fyrir löngu síðan og ég held að sé bara mjög mikilvægt að fjalla þetta aftur og minna á og sýna veruleika þessara manna og þessar launafólks þannig að við vitum öll hver vandinn og einmitt finnum það svona með hjartanu en svo finnst manni bara oft vanta einhvern veginn að
það eru settir á starfshópar og það eru starfshópar sem eru að hefja störf fljótlega meðal annars brotastarfsemi á vinnumarkaði en maður hefur einhvern veginn alltaf áhyggjur af því að þetta verður ekki gert á alvöru. Það svo oft sem við höfum séð það, það er einhver hópur settur á en ef það fylgir ekki einhvað svona fjármagn og einhver svona alvara að þá er þetta bara orðin tóm. Þannig að við höfum svona eftir að sjá það núna. Það er búið að skipa nýjan hóp hjá ráðuneytinu en við höfum alveg eftir að sjá hvort að í þetta skipti. En þarf að skipa nýjan hóp. Ég með þetta í til dæmis eins og fátækt kemur reglulega til umræðu og það er hvað ríkisstjórn fyrir sig hefur skipað nýjan hóp eins og að ráðherrarnir trúið ekki að segja til fátækt á Íslandi. Svo kemur hópurinn og skilar því að þetta er fátækt á Íslandi og leggur ýmislegt til. Svo líða árin. Það kemur ný ríkisstjórn, hún skipar nýjan hóp fátækt á Íslandi og svo heldur þetta bara áfram. Þannig að þarf fleiri starfshópa, ekki bara komið tíminn til þess að fara að gera eitthvað? Jú, auðvitað og það var auðvitað mjög svona áhrifaríkt fannst mér í þættinum í gær kvöld svarið frá dómsmálaráðuneytinu þegar að Kveikur hafði samband við þau að það veri verið að greina tillögurnar í Greta skýrslunni. Greta er svona evrópskur sérfræðihópur sem að gerði mjög ítarlega skýrslu, hefur gert 3 og það voru mjög svona brýnar aðgerðir sem að Greta benti á meðal annars varðandi vinnumansal og það eru þetta svolítið svona hjákátlegt þegar svarið er að við séum ennþá að greina tillögurnar af því að við vitum alveg við sem að vinnum í þessum málaflokki vitum alveg hvað þarf að gera svona í grófum dráttum og höfum alveg miðlað því til stjórnvalda líka í minnisblöðum og svo framvegis. Þá er vandinn líklega það að stjórnvöldum finnst þetta bara ekki áríðandi og ekki mikilvægt? Já, líklega er það þannig þá verður eitthvað gert. Akkurat, eins og ég sagði í þættinum í gær, þetta er ekki, yfirleitt ekki innfæddir Íslendingar eða fólk með sterka rödd í samfélaginu. Þannig að já, auðvitað er það stór hluti vandans. Verkalýðshreyfingin, hún hefur bent á þetta og ég meina fjölmiðlar hefur svo sem bent á þetta líka, en það gerist ekkert. Verkalýðshreyfingin ætlar að finna einhverja leið til þess að knýja betur á að þess verði eitthvað breytt. Það er ekki nóg að bara benda á vandan og maður myndi ætla það að þá myndi verða gripið til aðgerða frá almannavaldinu sem á að vera í almannahagsmuni. En það er ekki gert og þá verður verkalýðshreyfingin að gera eitthvað. Ít og aðgerðir. Já, akkurat. Það þarf eitthvað að breytast. Eins og við sjáum að minnstakosti í félaginu hjá mér þá erum við oftar en ekki svona fyrsti viðkomustaður þolanda og við erum ekki neina ferla eða áætlanir hvernig við eigum að aðstoða þetta fólk sem eru komið til okkar. Það er alveg gríðarlega erfitt. Við vitum í rauninni það er komið til okkar fólk sem get ekki beðið og þurfa í rauninni aðstoð leið. Við erum fólk sem eru komið til okkar sem er heimilislaus, sem eiga ekkert bakland hér. Þetta er fólk í gríðarlega viðkvæmum stöðu og það er ekki til neitt sem grípur þau. Ekki nema við í verkalýðshreyfingunni erum með einhverjar aðgerðir fyrir þeim sem við ákveðum svo. Er það heimilislaust að því að það misti vinnun og þar með húsnæðið á sama tíma? Ég hitti einu svona mann á Patreksfirði sem hafði reykt sígarettu þegar hann mátti ekki reykja það. Hann var reykinn og misti þar með húsnæðið þegar hann bjó í verbús á atvinnurekendarinum og hann var bara veglaus á Patreksfirði. Pólskur maður og vissi ekki hvað hann að gera. Já, þegar við horfum á starfsmannlegur þá er húsnæðisöryggi þessa starfsmanna tengt atvinnurekanda. Og okkar reynsla er það sem við höfum heyrt frá okkar skjólstæðingum er að leið að þér er sagt upp eða þú hættir sjálfur, þú ert bara beðin að flytja út úr húsnæðir leið og ef þú gerir það ekki, þá ertu bara borin út. Og þetta fólk hefur ekkert annað húsnæði enda, þau fara bara beint á götu. Við höfum líka séð það að launin þeirra ekki greitt út það sem þau eiga inni hjá atvinnurekanda. Svo þetta er alveg gríðarlega staða sem þetta fólk lendir í oftar en ekki algjörlega peningalaust og húsnæðislaust. Það er illa varið fyrir þeim sem að vilja níðast að ræna þau. Já, algjörlega. Sviptu það rétt. Já, ég sting því innimitt. Í versta falli þarf bara að greiða rétt laun. Ef verkalýðsfélagið fer í það að innheimta laun og það sem fólki á inni, í versta falli þarf atvinnurekandinn eða starfsmannlegunar bara að greiða rétt laun. Það er engar afleiðingar af svona launaþjófnaði og svona bara
þjófnaði. Nei. Herðu, Margrét, hérna mannréttindaskrifstofan og maður velti fyrir því, spurði meðal annars frambjóðendur til biskups af því að það hérna, við ræddum við biskupinn hérna áðan í vor og reynda líka frambjóðendur til forseta að getur það ekki verið að svona bara mannréttinda barátta okkar tíma að ég meina við höfum fylgst með mannréttinda baráttu kvenna og var það líka að mannréttinda barátta útlendinga sé bara stóra mannréttinda barátta okkar tíma og það er verið að lýsa hérna það sem er verið að umgangast fólk eins og hafi bara engi borgarleg réttindi. Já. Sko fólk tvímælalaust sett í mjög slæma stöðu og nú það þannig að ég sem sagt var að vinna áður ég fór á mannréttindaskrifstofuna þá var ég í Alþjóðahúsi, það var lögfræðiráðgjafi fyrir innflytjendur og ég hitti fyrir fólk sem var verið að fara illa með og hvort sem var verið að það tala að hagnýta í lögunum í vændi eða í vinnu og ég sagði einhvern tímann í viðtali ég hefði hitt fyrir það bil 100 fórnarlöf mansals sem þá þá var ég að tala eitthvað 10 ára tímabil og ég heyrði svona eftir á að fólki þótti ég taka ansi stórt upp í mig en ég stend við þá og hef hitt mörg fórnarlömpin síðan og það eitt ég var að hugsa þegar þið voru að tala að við þurfum líka einhvern veginn að breyta viðhorfið því að maður heyrir samt þær raddir ef að fólk að koma hingað og það að vinna þá getur það nú bara unni fyrir lágum launum og unni þau störf sem við viljum ekki vinna sjálf og svo framvegis. Það var ekki betra heima þessir. Já og það verður samt betra fyrir þau hér heldur en heima og þannig að það líka þarf að breyta viðhorfi en þá ég ekki að segja að fólk vilja að sé farið svona með fólk eins og kom fram í Kveik í gær því að það alls ekki og þess vegna svo mikilvægt að svona þættir eins og Kveikur séu gerðir því þá fer fólk að skilja betur hvað átt við og hvað þetta. Það kom fram í þriðji þáttur sem að fjalla. Já, reyndar en vonandi hefur nú viðhorf almennings eitthvað breyst en það sem að ég að binda vonir við núna að það eru samstiltar aðgerðir sem að grípi til núna fyrir árinu, það mál sem í gangi og það verið að fara í fleiri mál og eins og var að því öllu staði það var afskaplega vel gert, það vantar bara að fylgja því eftir, koma þessu alla leið því að ef við náum í gegn sakfellingu í 1 eða 2 svona málum að þá held ég að eftirleikurinn verði auðveldari eða það svona mín trú. En það alveg rétt hjá þér að það verið að brjóta gegn innflytjendum hér á Íslandi og þeir eru í mjög mismunandi stöðu, þeir eru eins misjafnir eins og þeir eru margir en þeir eru í mismunandi stöðu og margir eru mjög illa settir og þeim eru gerðar upp skuldir eins og nú bara mjög algengt einkenni á mansali, þeir koma hingað og síðan skulda þeir þeim sem að hjálpa þeim hingað til lands og svo framvegis og það vindur endalist upp á sig þannig að þetta mjög erfitt við að eiga en ekkert annað hægt að gera en að reyna að grípa til þeirra aðgerða sem tiltakar eru og þá vantar okkur, svo ég nefni líka því að við erum með aðgerð áætlun gegn mansali, það núna í gangi áherslu stjórnvalda, þetta 3. áætlunin, það koma til neini peningar og það vantar pening og það vantar fólk til þess að gera almennilega skurki í þessu. Ef við reynum að átta okkur á því svona stærð og umfangi að þá þetta svona grassar þetta inn í svona kerfi starfsmannalega og sérstaklega það sem að starfsmennirnir búa í einhver svona verbúðum sem eru í eigu annarkvort þeirra sem vinna hjá eða einhverja skyldra aðila og inn í því kannski eitthvað dæmum að fólk verður bara að borga samkvæmt taxta og leigan sængjum, það má vel vera en þetta er svona óljós svæði en ef við förum alveg á ystu mörkin til dæmis eins og þessi ræstingafyrirtæki þar sem að áður var ræstingafólk sem að vann hjá Reykjavíkurborg og skúraði skrifstofu Reykjavíkurborgar. Nú það eitthvað ræstingafyrirtæki sem rekur það og starfsfólki kemur inn á skrifstofuna og tilheyrir ekki í vinnuhópnum, ekki hluti árshátíðinni og borðar ekki í kaffistofunni og bara eitthvað hitt fólkið sem eitthvað lýsandi að þetta er svona nýbreyting og svo ertu með starfsmannaleigunar þar sem að
Og þetta eiginlega út allt sko. Við getum farið inn á bara á N1 bensinstöð og þá var eitthvað sem afgreiði okkur frá Securitas og þetta er orðið svona gegn og gangandi. Er þessi breyting á vinnumarkanum þar sem að launafólki vinnur ekki hjá fyrirtækinu sem það er raunverulega að vinna hjá, til ekki þeim starfsmannahóp, er það meinið? Eða er það bara fínt kerfi en svo ykkur menn innst inn í kerfinu sem að misnota aðstöðu sína. Ég er bara veltað eigum við að berjast bara gegn þessu að þessi vera að leigja fólk. Mér finnst það ný hugmynd sko, ég er svo gamall að fólk hefur bara hlegið að einhverju sem hefur nefnt þetta sko þegar ég var að koma út á vinnumarkaðinn sko. Þetta er bara mjög góðir punktar og hvernig rammar þetta inn þarna að þá er þetta bara sem sagt galið að við séum að færa okkur meira og meira þetta og það er bara vilt verið að auglýsa gjaldkera og öryggisverði og fleira á til þess að vinna jafnvel bara hvað heitir þetta? Já, öryggisverðir og síðan eitthvað annað, það var búin að vera í útvarpinu síðustu dag. Auglýsinga einmitt vera að auglýsa fullt af starfsfólki fyrir alls konar búðir. Þetta er alls ekkert leiðir sem við viljum fara, vegna þess að þarna bara endar með því að fólk þekki ekki réttin sín og eru bara félagslega einangruð og get ekki tala saman upp á að berjast fyrir kjörum og það er líka það sem eftirlitið gerir pínlítið, þess að við reynum að hitta fólkið áður en allt fer í klósettið og kynna þeim fyrir hvað íslensku vinnumarkaður á að vera og hver eru laun og réttindi og hvað stéttarfélögin bjóð upp á og líka þá ef að kemur eitthvað upp á þau þá viti hvert á að leita. Það sé ekki bara að reyna að skrapa saman fyrir næsta flug með þetta komast heim, heldur verkalýðsfélögin geta einhverjum tilvikum hjálpað. Heldur þetta sé aðferð til þess að halda launakjörun niðri, halda samstöðu verkafólks niðri? Klárlega. Þetta sé svona eins konar union busting svona óbeint? Klárlega. Þetta er bara það sem þeir eru að gera. Þeir eru að segja fólki upp eins og ræstingafólkinu og færi til landsfyrirtækis og hitt fyrirtæki segir hlaupi hraðar og það bara brennur fólk út í því og hefur ekki sömu orku. Og tilboðið er líklega það að ég skal taka launin þín eða launin hennar, ég er að gera samningu þig tek launin hennar, en þú þarf bara að borga 90% af þeim, en svo tek ég auk þess 20% af laununum hennar í komissjón til mín, þannig að hún lappar í burtu með 70% af laununum sem hún hafði áður hjá þér. Já, þú veist, við höfum alveg séð þetta bara bæði ræstingum og líka bara í iðnaðarstörfum að það er verið að taka, það var einhverjum árum síðan tekið hús í gegn að utan, átt að vera sérfræðingar í því að taka utan húsinu og þetta var sögufrætt hús og þarna var starfsmannlega með mannskap og verktakinn var bara einn maður og þeir voru seldir út á tæplega 4.000 kall án vask til þessa verktaka en áttu samkvæmt tilboði áttu þeir að vera sérfræðingar í það að taka svona hús í gegn, svona gömul hús og þeir eru sannarlega ekki það sko. Ég þurfti bara að blöffa mig í gegnum það með aðstoð eftirlitsaðila að stoppa vinnuna og og láta laga þessu laun þessa manna vegna þess að þeir voru ekkert að fá rétt laun með ætluð sérþekkingu þeirra. Mér finnst þess og maður sem er ákveðin velvilji stjórnvalda við þessar breytingar á vinnumarkanum að það sé litið á þetta sem bara aukinn sveigjanleiki og ég get alveg séð fyrir mér þannig umræðu að alltaf sé engin ekkert neitt tala það til dæmis á þingi eða í ríkisstjórn að þetta sé eitthvað vandamála að vinnumarkarinn sé að breyta og hvað ætla þess ekki 20.000 sem að búa við þessa stöðu sem við erum að lýsa hér. Við tökum saman allra ræstingafélögin og allt þetta með og pluss starfsmannaleigunar og þetta 20.000. Einmitt. Og þetta eru þetta okkar áhyggjur af þessu starfsmannalegu módeli. Þú veist, það er þessi fjarlægð þeirra sem að vinna vinnuna og svo þeirra sem eru að kaupa verkið og þetta að það sé einhver milliliður sem eru auðvitað líka að fá borgað sem að hefur svolítið allt á hendi sér með starfsmannaleigunar, yfirleitt húsnæði, mjög oft húsnæðið, bílalegu, við sáum nú á launastælunum sem birtur í gær líkamsagt hjá World Class og það er einhver sem hefur raunni yfir laununinum og sér allan að frádrátt áður en að þú fær launin. Og það er þetta banneitra. Tekur af þér völdklassgjaldið áður en hann borgar út? Það er ákveðin starfsmannalega sem að stunda það. Einhvern tíma var ég að skrifa þetta, ég held þetta að það hefur verið sett í lög 1930 sem að banna þetta. Já, akkurat.
Þannig að það er auðvitað svona mjög eitrað þegar að það er komin eitthvað milliliður sem að bara er að sýsla með launin sko, áður en að þú færði það í hendurnar. Og ég hef náttúrulega mjög miklar áhyggjur af restingafólki líka, eins og þú segir, þetta er rosalega stór hópur, einhverju leyti frekar ósýnilegur, erfitt að hafa eftirlit með þeim, erfitt að tengjast þeim fyrir okkur í stéttarfélögunum. Bæði náttúrulega þessi fyrirtæki sem eru með samninga þá við stofnanir og skrifstofur og mathallir og svo framvegis. Og allt Airbnb-ið og svo er það Airbnb-ið og svo þessar heimarestingar sem ég held að séu gríðarlega mikið Ég sé það bara í svona hópum sem ég er í á Facebook, að það er mjög mikið heimarestingar og mjög mikið svarta vinnu þar og svona undir yfirborðinu. Já, ég hvet fólk bara til að googla þetta, svona heimaþrif og eitthvað svona, þá kemur allir í ljós að það eru bara 50 fyrirtæki sem að starfa, sem ég held að hafi bara ekki verið neitt fyrir 10 árum. Sko. Nei, það eru mjög mörg fyrirtæki af öllum stærðum, mjög mörg lítil fyrirtæki, en svo er þetta líka bara einstaklingar og þetta er yfirleitt konur og aðflyttar konur sem að hafa kannski litla aðra starfsmöguleika sem er að fara heim til fólks og þrífa og maður bara hefur ofsalega, maður veit að það eru undirbúð þarna, það sést nú bara Facebook að það er verið að, þetta er svona race to the bottom sko, að finna sem duglegustu manneskjuna fyrir sem minnst, en maður líka bara áhyggjur af öryggið þeirra í alls konar inn á alls konar heimilum og algjörlega óvarðar og svo framvegis og auðvitað má líka þessu saman við starfsmannalegunar að einhverju leyti sko. Þannig við erum að tala 2000. Örugglega, ég meina það er mjög mörg af þessum restingafyrirtækjum eru nú á félagsvæði Hlífar í Hafnarfirði, þannig að Gundega þekkir þetta frekar vel. Já, ég myndi horfa á þetta eins og starfsmannalegur, það sem í rauninni þú ert með einhvers konar fyrirtæki sem þú er ráðin til og svo er þetta bara leigður út í einhvers konar verkefni að starf. Það er gríðilega erfitt fyrir þessar konur sem er aðalega erlendar konur að vera ekki í rauninni aðili á starfsmannahópnum. Það eru ósýnilegar, það er erfitt fyrir þær í rauninni að vera partur af samfélagi eða partur af vinnustæðunum sínum sem þau eru mæta mögulega, þú veist, marga klukkutíma á dag og eru að vinna þar. Andlega getur það verið bara mjög erfitt. Og það sem við höfum séð hjá okkur er líka að það eiginlega má ekkert koma fyrir. Við höfum séð svo mörg tilfelli það sem viðkomandi starfsmaður fyrirtækis leið og það veikist, slasist eða eitthvað kemur fyrir, þá er ég bara látin fara. Vandamálið er leyst þannig. Þetta er svona pínu eins og Saga sagði í gær í þættinum, fólkið er bara einnota. Bara því miður. En vestlanda þau sem að búa í einhvers svona verbúð sem að er oft í eigu viðkomandi starfsmannalegu en eitthvað stundum bara skilt fyrirtæki eitthvað og það sem að fólki er þá háð launagreiðandunum launin sín og húsnæðið og svo tekur launagreiðandi sér það vald eins og þú ert að lýsa, tekur frá húsnæðið og hvað sér völdklasskort? Já, það er einn starfsmannalega minnstakosti sem að stunda það. En ég sagði áðan að ég hefði eitthvað tíma verið að skrifa þetta fyrir einhverjum árum og mér minnið að það hafi verið lög, mér minnið að það hafi verið sett 1930 sem að banna þetta. Ef ég með því greiði þér laun, þá má ég ekki taka af þér nema með þínu samþykki. Óheimil. Skuldajöfnun það var gert 1930 þetta er það. En sko ég sé dæmi til dæmis að það eru vinnuföt og vinnuverkfæri eru dregin á launum starfsmanna, svo er þetta húsnæði, vestadæmi sem ég man eftir að það var þriggjabrygg íbúð, ég man ekki lengur hvað voru margir sem voru í þeirri íbúð, en þeir leigðu sko 8 klukkutími senn, af því að þeir voru að vinna vaktavinnu og þeir fengu rúm í 8 stundir og svo kom svo næsti og næsti og allir borguðu leigu og það eru svo margar myndir af þessu og ég var líka að hugsa þess að vorum að tala að það dreigið að launum og þú ert ekki að fá rétt laun en svo er það stundum að allt er slett og fellt á yfirborðinu en þá er það bara þannig að þú fær rétt laun en þú veist að þú þarft að láta ákveðna fjárhæð af hendi til einhvers milliliðs af því að annars lendir þú bara í vandræðum og svo framvegis og þú telur þig vera skuldbundin af því að
þannig var gengið eða sem sagt lagt á stað í upphafi og fólk þekkir auðvitað ekki réttindi sín, það þekkir ekki lögin, það veit ekkert hvert það getur snúið sér. Til allra lukku samt að þá rata nú margir til stéttarfélagana sem að hafa unnið mjög vel í þessum málum, sko, ég get fullið það. Þegar þú talar milliliði, áttu þá líka við það þekkist alveg í samfélagi innflytjenda út allan heim, að segjum að ég sé frá Albaníu og hafi komið hérna fyrir mörgum áratugum, þá aðstóða ég landa mína sem koma hingað. Og svo þegar ári líða og það eru komin svo margir að þá fyrir ég að taka komissjón að því og rukka. Þannig þú tala það líka. Já, ég veit svoleiðis tilvik, alveg nokkur svoleiðis tilvik og alls sem eiginlega algjörlega út á sko bara mjög gráum markaði og tengist ekki starfsmannaleigunum og verbúðunum beint. Og fólki sem býr hér borgað, það hefur nú aðalega verið, eða í þeim tilvikum sem ég veit það var nú, eitt tilvik reyndar þar sem það var kona, en þá einhverjum sem býr hér borgað fyrir að giftast þessum aðila til dæmis og svo hann fluttur hingað og þá þarf hann skuldaran þeim sem að hafði milligöngum hjúskapinn, svo kannski sá sem hann giftist, hann vill fá meira, þannig að þá þarftu líka að fara að borga honum til þess að vera áfram og það alls konar fólki stundu komið í alveg rosalega erfiða stöðu. Og hugmyndaflugið bara óendalegt, sko. Aðeins varandi þetta, kannski að minnast á það, hérna við erum að fá erlendan gest á ráðstefnuna, hún heitir Natalía Ollus og frá Finnlandi, hún forstöðukona stofnunar sem heitir Hauni, sem svona rannsóknarstofnun og hefur fjallað mjög mikið misneytingu og mansal og gefið út mikið efni, svona mjög gott aðgengilegt efni á ensku. Hún að koma á ráðstefnuna, en hún nefndi það við vorum á svona undirbúningsfundi, varðandi fólk frá tilteknum Asíulöndum og löndum utan Evrópu, þá eru þau eiginlega farin að ganga út frá því að fólk hafi borgað einhverjar upphæðir til þess að fá vinnuna í Finnlandi. Og þó að við höfum ekki staðfestingu á sig hér, að þá finnst mér mjög líklegt að það sé eitthvað svipað. Já, þetta þekki eiginlega út allan heim og bara á öllum tíma, sko. Akkurat, þannig að fólk frá ákveðnu löndum þannig dæmi inn á borð hjá mér. Akkurat. Þannig ég veit það til. En varandi starfsmannaleigur og réttindi launa fólks og annað slíkt, þar erum við með lög og þau þarf að herða þau út af að mæta breytingum sem verður starfsmannalegum, þetta ætti bara að koma fyrir þingið, sko, hvort það ætti að leyfa starfsmannaleigur yfir höfuð, það ætti bara að vera almennileg samfélagsleg umræða það og samfélagið bara komist okkur niðurstöðu það. Það verður ekki bara látið svona eins og margt gert eins og með fiskeldið og fleira, bara braskandi fá að bara hafa sínu og svo að búa til einhvern lagaramma svona í lokin í kringum allt sem að þeir hafa braskað, sko. Það má ekki þrengja að þeim þegar að því kemur. En það svona eitt atriði sem að þarf að vinna í, en annað kannski sem að tengist þessu, að það við eigum að vita að svona hlutir í gangi, en það ekki ennþá byrjað að sko sitja lög eða reyna að ná utan það eða verja fólk sem lendir í þessu. Að þetta eiginlega bara okkur svæði sem að bara hefur alltaf verið nefnt. Þannig að við erum svo aftarlega að það ekki eins og orður til alls fyrst, sko. Það ekki komin orðin, sko. Ef við myndum bara skoða sko starfsmannaveldu hjá starfsmannalegum, þá myndum við sjá hversu gríðarlega margir fara þarna í gegn. Og þessar sögur sem við erum að segja frá í rauninni fólki sem hefur komið til stéttarfélagsins og sagt frá, og við erum með mál þeirra á borði hjá okkur og höfum aðstofað, þá fyrst og fremst þetta bara toppurinn á ísjakanum. Það eru bara svo ótrúlega margir sem hafa komið, lendi í slæmum aðstæðum og hefur bara verið bara sendið heim. Við höfum heyrt fólk sem hafa slasað sig, lendi í vinnuslýsi, ég meina þeir eru engis virði lengur, þau eru bara sendið heim, þannig virkar það, þetta bara eins og vel. Og ef starfsaldur hjá starfsmannalegu að meðaldali 3 til 6 mánuðir. Já, þetta verður hestar, þá verður þeir dregnir undir húsvegg og skotnir ef þeir slasað sig. Því að það sem að lýsa svona, þetta bara barátta fólks sem eiginlega utan réttinda í samfélaginu. Já. Herðu, en hverjir eru þolendur í þessu? Hvaða fólk það? Fólk af erlendu ber ekki brotið. Það bara svoleiðis. Úr öllum deildum jarðar? Já. Þú veist, þetta eru innan Schengen og utan? Já. Bara í verstri stöðum myndi ég samt segja
Þeir sem koma lengst frá og frá fátækustu löndunum og fjarlægum menningarsvæðum og svo framvegis. Þannig að það er auðveldast að fara illa með það fólk, getur maður sagt. Hvernig meinar þessu auðveldara? Er það vegna þess að okkur finnst það auðveldara í okkar menningu að brjóta gagnvart þeim sem eru brúnir? Ég veit nú ekki hvort að það er sko, það er bara það að þá kemur fólkið sko svo langt að, það kemur úr öðru menningarheimi, stundum hefur því verið hjálpað hingað eða komið hingað með milliliði sem er frá þeirra eigin landi en þau eru mjög einangruð og hafa lítið tengslanett. Þegar við erum að tala til dæmis, segjum bara frá Eystrasaltsríkjunum eða þvílíkt, þá er sko tvímælalaust verið að brjóta þeim líka en þeir eru samt svona í annari stöðu samfélag þeirra er orðið nógu stórt til þess að eiga og eins og þekkinguna pólska samfélagi til dæmis er orðið það stórt að ég er ekki að segja að það sé ekki verið að fara illa með það kemur örugglega upp en svona því lengra sem hún kemur að og núna er ég kannski ekki bara að hugsa vinnumansal heldur er þetta líka svo oft að ég hef verið að sjá konur í gegnum tíðinni mjög erfið stöðu, konur sem eru seldar í vændamönnunum sínum eða eru notað sem kynlífsþrælar eða eru látna að vinna mörg störf og mennirnir hætta allavega mann eitt dæmi sem aðrun hætti bara að vinna og svo vann hún bara allan daginn og átti síðan að vera með kynlífsþjónustu og ég veit ekki hvað sko að því svona fátækar umhverfi sem kemur úr öðrum menningarheimi, því minni tengsl sem þú hefur minni innsýn og því einangraðri sem þér er haldið, því auðveldara er auðvitað að brjóta á þér og hagnýta sér þeirra hagnýta þeirra báa aðstæður og það finnst mér eiginlega mikilvægast af öllu í mansalsákvæðin í hegningarlögunum að það er þetta að hagnýta sér báar aðstæður einstaklingsins því ég held að það sé það sem er mest verið að gera. Er það þá báar aðstæður hans hér eða báar aðstæður hans í heimalandinu? Hvoru tveggja. Stór hluti er fólk sem er fluttingað inn í til þess að vinna í 3 mánuði eða 6 mánuði og svo bara út aftur. Það sé eiginlega hluti af módeli starfsmannaleigunar að hafa mikla starfsmannaveldu til þess að fólk skjóti hér útum. Og það er akkurat kannski eins og Margrét var að lýsa fólk sem að kemur frá löndum utan EES, löndum þar sem að laun eru miklu lægri, kannski fá atvinnutækifæri og svo framvegis. Þau eru þetta ofsalega berskjölduð út af mörgum þáttum og líka hefur manni kannski sýnst að þau eru oft lengur í aðstæðunum. Það er að segja að þau eru, það er að halda þeim einhvern veginn lengur í einhvers konar þrælahaldi eða misneytingu eða hvað sem við köllum það. Eins og með starfsmannaleigunar og eins og Gundega var að segja með hann rosalega stutta starfstíma þá hefur fólk í þeirri stöðu, þetta er oft yfirleitt fólk frá Evrópu, frá Austur-Evrópu, Eystrasaltsríkjunum, það hefur kannski meiri möguleika á að hætta en umfangið er samt alveg rosalegt. Þetta er alveg rosalegu fjöldi sem fer hann í gegn og rosalegu fjöldi sem endar á götunni verður húsnæðislaus, það er bara vikulegt að minnstakosti, kannski daglegt nánast að stéttarfélögin all land sé að fá til sem fólk sem er orðið húsnæðislaust. Þannig að umfangið hjá tilteknum starfsmannalegum er alveg gríðarlegt og það er svona jafnvel þótt að fólk sé skemur í þessum slæmu aðstæðum. Það getur samt verið ansi lengi því að fólk er líka alltaf að reyna að koma sér á réttan kjöl og við sjáum það, mér langaði bara svo mikið, ég var bara að grátbiðja meiri vinnu af því að mér langaði svo að geta borgað upp þessa skuld og skömmin og sleppa og skömmin yfir því að þurfa að snúa aftur til heimalandsins með skotta milli lappana er líka mjög mikil. Kaupa sér frelsi geti þetta heitað. Þetta er stundum kallað nútíma þrælahald og þetta er bara svo margt sem að minnir á þrælahald í þessu. Oft þetta fólk er bara svona keft í rauninni sko með alls konar lofurðum áður að þau koma hingað. Þú veist, auglýsingarnar sem við höfum séð og í rauninni launin og aðstæðurnar sem hafa verið lofaðar áður viðkomandi kemur til Íslands hafa verið bara rosalegar. En svo er kemur allt annað í ljós þegar viðkomandi lendir hér. En að þið talaðu sko að það verði ekki athugasemdir hjá stjórnvöldu svona við þessar breytingar á vinnumarkanum og ég nefndi Patrísfjörð því að ég var þar í smástund. Sko eins og ég skildi
að þá hafði mikið af innflytjendum sem búið á Patreksfirði og mikið af frá austur Evrópu og svona bara áhugavert svæði að mörguleyti út af því hvernig fólk blandast. Gaman að spurja annars vegar Pólverjana og hins vegar Íslendingana hvernig blandast þetta, og Íslendingar segja mjög vel og Pólverjarnir segja nei, bara ekki neitt, við lifum alveg í sjálfstæðum heimi. Það bara góð áminning svona að þetta sjónarhorn okkar Íslendinga, við höfum kannski stundum aðeins að hugsa áður en að við hvernig við upplifum þetta. En eins og ég upplifði reksturinn bara á frystihúsinu þannig, það var þannig að Pólverjar komu og unnu þannig í frystihúsinu, svo eignast börn og fjölskyldu en frystihúsið getur ekki borgað laun til þess að standa undir fjölskyldurekstri. Þannig að fólk fer og vinnur eitthvað staðar annar staðar og finnur sér eitthvað annað, og næsti hópur sem kemur til þess að halda frystihúsinu gangandi fólk sem kemur hingað skamma tíma, býr í verbúð, einstæðingar. Því það eiginlega einu launin sem að fiskvinnslan borgar eitthvað sem að þú getur safnar eitthvað smá pening til þess að eyða síðan þú ferð aftur til Póllands. En þetta stendur ekki undir rekstri og fjölskyldu. Og þá það bara af því að þetta verið leyft að grassera, að þá við komið með bara hellinga atvinnugreinu sem bara byggja á því að borga fólki lægri laun heldur en duga til að lifa á Íslandi. Þannig að það svo stór hluti af samfélaginu sem bara aðlaga sig að einhverju sem fullkomlega óeðlilegt. Já, ég alveg sammála því Þetta alveg hárið. Stór hluti af ferðaþjónustunni, stór hluti af þessu Airbnb og hótelum og þetta mikið til bara keyrt áfram á skammalegu launum. En þá kemur að því hverjir eru gerendur. Ég tók eftir því að ég hlustaði eftir því í Kveik í gær. Þá voru við að vera að fjalla mjög alvarlegt mál í slíku samfélagi. Og það talað við þá fáu þolendur sem að treysta sér til þess að koma fram og ég held allir hlustendur og allir átti sig á því að það bara stór hópur á bakvið sem að treysti sér ekki, eins og það verið að lýsa hér, getur bara mist vinnuna á húsnæðið og verið bara heimilislaus út í kuldanum bara daginn eftir. Það kom ekkert fram hverjir eru eigendur að þessu, hverjir eru það sem græða þessu. Og við erum í því miður, við lifum í þannig samfélagi að það má ekki nefna það. Við nefndum það og það verið að stefna okkur, það verið að rökka okkur 15 milljónir fyrir að hafa nefnda hverjir þetta eru. Gerendurnir eru þó sem allir, þetta eru útlendingar sem sagt að erlendir brotin, þetta eru Íslendingar sem eru gerendur í þessu. Það reyni bara, nágranniði getur verið gerandi, þetta eru bara stór fyrirtæki, smá fyrirtæki. Já. Eiginmenn. Já. Þannig að þetta út allt og þetta rosalega óþægilegt og þá svo sem auðvelt bara að loka augunum fyrir þessu. Og það það sem auðvelt og það það sem góða við þessa kveikþætti og sem sagt okkar baráttu það að við reynum að draga þetta fram í dagsljósið þannig að fólk gerir sig grein fyrir þessu og þá þurfum við að bregðast við þessu. En í fyrri kveikþáttum voru gerendurnir nefndir. Það var ekki núna. Okay. Þannig að ef við viljum velta fyrir hver að vinna baráttuna þá það eiginlega, finnst mér að bara koma fram í þessu að starfsmannaleigunar eru mörguleyti bara að vinna baráttuna. Það má ekki nefna það lengur. Þær voru ekki nefndar í þættinu. Má ekki segja Voldemort. Nei. Það svo sem ekkert útilokað að þær verði nefndar í framhaldinu, ég veit það ekki. En já, því að þú myndist á ráðstefnuna í byrjun þá vildi ég bara árétta að það er ASÍ og SA sem eru að standa fyrir ráðstefnunni. Það var rauninni SA sem við höfum svo sem ætlaði okkur að halda ráðstefnu en þau höfðu samband við okkur á fyrrabræði og vildu halda sameiginlega ráðstefnu. Þannig að það bara áhugavert. Það allavega mjög langt síðan að ASÍ og SA gerðu eitthvað svona saman í þessu málaflokki og auðvitað eru gerendurnir tiltekin fyrirtæki og SA áttar sig alveg á því allavega svona orði að það eru þetta slemmt fyrir markaðin og fyrir þeirra fyrirtæki að það séu önnur fyrirtæki að undirbjóða og það er svo sem frekar algengt að verktakar leiti til okkar, koma bara á skrifstofu ASÍ og örugglega til stéttarfélagana líka að kvarta yfir undirbúðunum og segja þetta sé nánast bara ómögulegt að starfa í samkeppni við aðra. Þannig að það gefast örugglega mörg tækifæri á ráðstefnunni einmitt til að líka varpa spurningum til atvinnurekenda. Þannig að það verður bara örugglega áhugaverðar umræður. Já.
hvort að hvernig SA metur þetta mál, hvort þetta sé svona kerfisbundi vandamál þar sem lögin og eitthvað fleira veldur því að þarna getur gerst alveg hryllilegir hlutir en það þurfa að styrkja sko réttarstöðu launafólks almennt og yfirleitt eða hvort að þeirra afstæði sig svo að séu einstaka skemmdepli sem að kasta rýrð á annars frábært kerfi sem eru starfsmannulegur. Einmitt. Það eftir að koma í ljós. Það eftir að svolítið koma í ljós. En mín afstæða og afstæða í rauninni sérfræðinga er í rauninni svo að það verður að takast á við sko, vandan á öllum stigum. Það þýðir ekki bara að horfa á vinnumansal sem er sko ýktasta og grófasta myndin. Það verður að skoða alla þess að við kallum misneytinguna sem er hérna labor exploitation og launaþjófnað. Þú verður að takast á við þetta á öllum stigum og mátt ekki bíða eftir að þetta verði að grófustu myndinni. Það hefur verið samþykkt af ríkinu í kjarasamningu í miðunni. Það hefur verið bara strax 2019 verið samþykkt að gera aðgerðir til þess að stoppa launaþjófnað en það hefur ekkert gerst síðan. Það er eitt af mörgum bara dæmum sem kom svolítið áðan að við vorum að ræða það sko eitt er að breyta lögum, eitt er að skafa starfshóp og annar að breyta lögum en síðan erum við líka með mörg dæmum að jafnvel þótt að lögin séu ágætt að þá er ekki framkvæmt áætlun til þess að hrinda því í gang, engin tæki til þess að hafa eftirlit. Akkurat. Fjármagni til þess að fylgja þessu öllu eftir. Það er svona ein leiðin til þess að gera það ekki. Það er bara fjármagn ekki. En ráðstefnan, hvenær er hún og hvar er hún? Ráðstefnan er í Hörpu, í Norðurljósum á morgun, byrjar 9:30, búin 15:30. Hún er, það kostar ekkert inn, en við bara biðjum fólk að skrá sig. Það er ennþá einhver plásslaus, en það er að skráningum að fjölga mjög hratt. Þetta er bara fyrir við segjum í rauninni, þetta er fyrir fólk sem kemur að málaflokknum á einhvern hátt. Við erum að höfða til félagsráðgjafa, til lögreglu, stofnanana, atvinnurekanda og fólks úr verkalýðshreyfingunni, en líka bara almenningur sem hefur áhuga á málefninu, misneytingu, misskiptingu og svo framvegis. Þannig að þetta er bara opið öllum. Við erum með erlenda gestafyrirlesara sem ég myndist á áðan. Svo erum við með Henry Alexander, heimspeking, hann ætlar að fjalla svona þetta vandamál frá svona stóru, víðu sjónarhorni og svo erum við með helling af alveg rosalega fróðlegum málstofum eftir hádegi. Það eru 6 málstofur sem fólk getur svona valið sig inn á. Þess að við förum svona dýpra í ýmsa anga. Og það er gaman að sjá okkur að pólitíkusa í sannum því að þetta ætti náttúrulega að vera mál sem að væri í þykkri umræðu á pólitísku vettvangi. Algjörlega. Ef pólitíki snýst að laga samfélagið. Það er ekki alltaf ljóst. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað Adam, Saga, Gúndega og Margrét. Takk fyrir. Ég seti hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að fjalla pólitík, vaki nokkra athygli að hópur fólks í VG telur rétt að slíta stjórnarsamstarfinu, ríkisstjórnarsamstarfinu, telur óráð að bíða með kosningar til vors eða hausts eða hvernig það nú fer. Það er þungavekta fólk í hópi þeirra sem að hafa sett saman tillögu sem verður rædd á landsfundi flokksins aðra helgi. Þar sem að væntanlega þá landsfundar fulltrúar greiða atkvæði þessa tillögu. Það er erfitt fyrir okkur sem erum utan VG að átta okkur á hve mikinn stuðning þessi tillaga hefur. Og þá er nú gott að kalla til mannesku sem hefur þessa skoðun. Halla Gunnarsdóttir, velkomin til okkar. Takk fyrir. Ég segja að það sé þungavekta fólk sem að stendur að þessari ályktun. Ég held að megin alveg segja það sko. Andri Skúlason, Auður Alfífa Ketilsdóttir, Einar Ólafsson, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, Helgi Hlynur Ásgrímsson, Saga Kjartansdóttir, Steinunn Rögnvaldsdóttir og Sveinn Máni Jóhannesson auk þín. Sko, stærsta spurningin er náttúrulega, við skulum bara byrja á henni. Hvers vegna
telur þú brýnt að slíta þessu samstarfi bara sem fyrst? Ég tel að við stöndum frammi fyrir mjög stórum viðfangsefnum í íslensku samfélagi. Ég horfi náttúrulega kannski mest til efnahagsmálana og þeirra svona viðvarandi vandamála sem að þar eru. En ekki bara þeirra. Það eru líka stór atriði í náttúruverndarmálum og útlendingamálum og fleiri svona málum sem að blasa við. En sérstaklega hvað er efnahagsmálin, þá sýnist mér að það sé frekar erfitt eða mjög illviðráðanlegt að takast á við þau innan þessa stjórnarsamstarfs. Og samstarfið til þessa samstarfs var stofnað fyrir 7 árum í ákveðnu svona ástandi og ákveðnu umhverfi í íslensku samfélagi og þeim sem að því standa hefur þótt að ýmis góð mál hafi náðst þar í gegn og ég ætla ekki að rífast við það, en ég tel að svona verkefnin sem að núna blasa við að þau sé erfitt að takast á við innan þessa samstarfs. Má þá skilja orðin þannig að þú lítir þannig á sem að það sé einhvers konar limbo inn í ríkisstjórninni sem gerir henni ókleift að takast á við, segjum bara sem dæmi efnahagsvandann? Já, ég meina ef við horfum á efnahagsvandann sérstaklega þar sem að stýrivextir hafa nú staðið í sömu prósentutölu í heilt ár, hafa verið mjög háir í 2 ár. Einhvers staðar las ég að 4. hvert heimili var að missa fasta vexti núna þessum mánuðum. Þetta er brjálæðisleg breyting fyrir afkomu fólks. Og þar getur maður líka auðvitað að tekið leigjendur inn og reyndar líka lítil fyrirtæki. Alla sem að lifa í einhverju vísitölu tengingu sko. Og lausnin hingað til hefur verið að reyna að halda stýrivöxtum háum og síðan að reyna einhvern veginn að kreista þá sem að skulda og þá sem að leigja. Ég vonum að það muni taka peningur umferð og slá á eftirspurn eins og það er kallað. Það hefur ekki skilað sér. Ríkisfjármálin hafa heldur ekki haldist í hendur við þessa peningastefnu og þá spyr maður hvað þarf þá að gera. Og þá fyrstulega held ég allir séu sammála að það verði að takast á við húsnæðiskrísuna. Hún mun ekki leysast að sjálfu sér. Þannig að það er ofboðslega stórt viðfangsefni. Þarf miðstýrt pólitískt bara neyðar inngrip á hálfu stjórnvalda? Ég myndi telja að við séum í húsnæðiskreppu. Bara vandamálin er að þeirri stærðargráðu. Ég held ekki að smá innspýting hér og þar og að hrista upp gömlu loforðin aftur einhvern veginn, að það sé að fara að skila nægilegum árangri. Og þarf að efla hlutverk ríkisins í lausninni? Ég meina það er eini aðilinn sem að getur eitthvað alvöru list þennan vanda eða komið með lausnir inn í hann. Og hefði þetta átt að vera eitt af stórum málunum í síðustu kjarasamningum. En síðan er það hitt og það er hvað gerir maður svo til þess að reyna einhvern veginn að slá á verðbólgu. Þá var búið að segja okkur að það þyrfti að standa hér að einhverjum hóflegum launahækkunum svokölluðum. Verkalýðshreyfingin féllst á þá nálgun þótt að hún hefur umdeilanlega innan hreyfingarinnar og þá voru gerðir mjög hóflegir kjarasamningar. Svo hóflegir að við erum að hætta á kjararýrnun í þessu efnahagsástandi. En svo er liðið hálft ár og ennþá eru stýrivextir þeir sömu. Og þá segir Seðlabankinn, já við verðum bara að halda áfram að kreista ykkur, bara kreista ykkur svo þið hættið að eyða peningum í eitthvað sem ég veit ekki hvað það er sem við erum að vera eyði í, en þið verða að hætta því. Þá spyr maður, og þá segir hægrið, nei það sem það núna að gera er að það verður að koma til niðurskurður opinberum útgjöldum. Og það þýðir bara að það á að taka meiri gjöld að þeir þegar þú keyrir um vegina og eða fer inn á spítalana eða fækka þeim sem að sinna ömmugömlu og skerða starf leikskólana, opinber niðurskurður þýðir það. Þú lítur á fjárlögin núna sem niðurskurðar fjárlög. Ég ætla að klára aðeins þessu hugsun, svo skal ég svara því. Allt í lagi. Og þá er komið þrýstingur í niðurskurð og þetta kemur frá hagsmunaöflum hægrisins. Ég myndi telja að þú ætlar að taka peningur umferð á Íslandi, þá er að gera það þar sem að sækja á þangað sem þeir eru. Og þá horfum maður inn í efstu tekjutíundina, þeir sem að nýta auðlindirnar okkar án þess að borga krónu til samfélagsins. Já, það er nóg að breiðum bökum sem er að græða brjálæðislega á þessu ástandi. Ég meina þar hlýtur neyslan að vera. Já. Því að ég efast hún sé ekki á venjulegum millitekju heimilum sko. Ég held að þau sé ekki að neyta eitthvað meira en þau hafa verið að gera sko, sem að vætti þá að vera drifkraftur
verðbólgunar. Þannig að mér finnst átökin svolítið snúast þetta og ríkisstjórnin eins og hún samansett, hún mun ekki takast á við þetta. Nei. Svo aðeins klárum þetta með niðurskurðarfjárlögin. Ertu þeirra skoðan að þetta séu niðurskurðarfjárlög? Sko, þetta ekki svona pjúra niðurskurðarfjárlög það sem verið að saksa á, en ef að stóru heilbrigðisstofnanirnar fá ekki fjármagn sem að mæti raunvexti, heldur bara fjármagn sem hækkar í krónutölum þegar fólksfjölgunin langt umfram það. Þá náttúrulega það samdráttur í eðlisínu í þeirri starfsemi. Ef að þú veist, og ég tek Landspítal sem dæmi þegar ég var nú að lesa skýrslu Ríkisendurskoðunar hann, að ef að hann fær ekki fjármagn sem þarf til þess að viðhalda núverandi húsnæði og endurnýja tæki og búnað, þá það auðvitað niðurskurður. En þetta ekki svona niðurskurðar fjárlögum sem voru séð í Breitlandi þegar allt saksað inn að beini. En það ákallið. Þú veist, það það sem verið að kalla eftir á hægri væng stjórnmálana. Og vissulega má segja að þá kannski standa Vinstri græn gegn því inn í þessu samstarfi. En ég bara tel að það sé ekki nóg. Nei. Sko, það kvikna ýmsar spurningar þegar maður hlustar á því segja þetta. Það náttúrulega mjög stutt síðan þú varst að vinna náið með Katrínu Jakobsdóttur. Það ekki bara síðast 2020, 2021 eða eitthvað slúðast, jafnvel 2022? Ég bauð mig fram í alþingiskosningum árið 2017 og var varaþingmaður VG. Eins og hefur nú verið nefnt á þessari stöðu í skrýtnu samhengi. Og var það í þau 4 ár. Ég var á móti stjórnarsamstarfinu. Ég frá upphafi. En ég fór til starfa með Katrínu Jakobsdóttur til þess að vinna ákveðnum breytingum á jafnréttismálum og það sérstaklega hvað varðar ofbeldi gegn konum. Og vann þar til dæmis tillögur að breytingum á réttarstöðu brotaþola, tók þátt í að mynda svona viðbragð við MeToo-hreyfingunni og fjalla hana í íslensku samhengi. Heldum náttúrulega risa ráðstefnu sem mjög eftirminnileg. Þegar að ég var búin með þann lista verkefnum sem við höfum sammælst þá fór ég til annarra starfa. Já, og sagan hefst fyrir mörgum árum. Þú varst á sínum tíma aðstofamaður Ögmundar þegar hann var heilbrigðisráðherra. Hvenær hófst saga þín í VG? Ég gekk í VG árið 2003. Já. Þá voru við að mótmæla innrásinni í Írak. Þá voru Kárahnjúkar í uppsiglingu. Þá voru opaslega mikil einkavæðingar áform og einkavæðingar framkvæmd í íslensku samfélagi. Og þá var líka mjög svona frjó og öflug kvenfrelsisumræða innan VG sem maður kannski fekk ekki annar staðar nema þá í feministafélaginu. Og það var svona grunnurinn að því að ég gekk til þessa hreyfingu og fann svona mínum pólitísku hugsjónum og farveg þar. Og þetta voru slægir sem voru óvinsælir í íslensku samfélagi. Það var ekki vinsælt að segja að kannski væri Kárahnjúkavirkjun ekki besta hugmynd í heimi. Það var ekki vinsælt að vera málsvari ferðaþjónustunnar eða segja, málsvari náttúrunnar og segja kannski væri ferðaþjónusta góð hugmynd. Og það var ekki vinsælt þegar Ögmundur Jónasson sagði ég leyfi þeim þá að fara bankana þegar það átt að gera allt til þess að þjóna þeim í aðdraganda hrunsins. Þegar það talaði að fara aftur í rætur VG þá lítið svo á sem að fara aftur í þessar rætur. Ummæli Ögmundar hafa elst ágætlega. Þau hafa elst ágætlega, betur margra. En sem sagt, þetta komið á 3. áratug. Þín vist í VG, 21 ár. Með stuttu hléi, já. Með einhverju hléi kannski, ok. En og frekar stutt síðan þú varst að vinna með fyrrum forsætisráðherra. Svo fer forsætisráðherra, hún ákveður að fara í forsetaframboð sem ekki skilar henni árangri. Við vitum ekki hvað hún ætlar að gera næst. En við vitum það að fylgið hefur náttúrulega bara flysast af þínum flokki og við þykjumst vita að við þykjumst geta staðhæft það eftir þessa tillögu ykkar að bara sprengja ríkisstjórnina strax að það séu mjög skiptar skoðanir inn í flokknum það hvort það eigi að halda að sleppa. En að hve miklu leyti sem sagt þessi tillaga sem að þið standið að núna að hve miklu leyti eða hún á einhverju leyti
persónuleg sko gegn því sem við höfum verið að heyra síðustu daga með að Svandís Svavarsdóttir ætlað að hyggist bjóða sig fram til formanns, Mummi ætlar þá að hætta á þeim stóli og svo vitum við að það eitthvað svona verið að takast á önnur embætti. Er þetta einhverju leyti, er þetta viðbragð eitthvað að einhverju leyti, voruð þið öll miklir vinir Katrínar Jakobsdóttur, er þetta eitthvað sko því tengt eða kemur Katrín Jakobsdóttir aftur á ykkar vegum inn í stjórnmálin bara að loknum kostningum ef við sprengjum þetta stjórnarsamstarf eða einhver tengingum eitt líka? Nei, þetta finnst mér nú mjög skröldleg spurning sko, sem átti sem marga þræði. Ert að spá í því hvort að við séum á vegum Katrínar Jakobsdóttur í þessu? Kannski ekki alveg beint á vegum hennar, bara svona forvitinlegt að heyra það hvort einhverja tengingar. Þegar Katrín horfin, þarna fólk að reyna að stýra flokknum en þú ert í rauninni að grípa fram fyrir hendur þegar og segja að það ekki rétt hjá ykkur að þið eigið að halda áfram að vera í stjórn. Já, ég get ekki tekið undir það sko. Í fyrsta lagi bara að segja að þessi tillaga, hún byggir á málefninu og á skoðunum okkar sem aðeins stöndum og alls ekki á persónum og leikandum. Þvert á móti. Já. Það er alltaf fólk sem er að bjóða sig fram til trúnaðarstarfa fyrir VG telji ég sé öflugt og gott fólk, þeim gengur gott eitt til. Þau vilja vinna að stefnu VG og þau vilja gera það hvert með sína hætti. Við höfum verið í ágreiningi hvort að það sé rétt að gera það innan þessa stjórnarsamstarfs utan. Og það mun, og það verður aldrei hægt að segja einhver einn hafi rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér í því. En það sem skiptir máli er auðvitað þessi lýðræðislega umræða það hvar við erum stödd og hvort að það sem þarf að gera núna í íslensku samfélagi verði gert innan þessa stjórnarsamstarfs eða ekki. Þannig að mér finnst það vera lykilatriðið. Mér finnst mjög eðlilegt, það er núna fólk að koma tilbaka til starfa. Ég hef mjög lítið starfað innan VG síðustu ár og það eru fleiri sem þar eru. Það er fullt af fólki sem hefur farið, einhver þeir eru að koma tilbaka, aðrir er líka fólk að koma nýtt inn og svo fólk sem hefur verið hann allan tíman og er kannski að hugsa hlutin upp á nýtt og þetta finnst mér bara óbúslega eðlilegt að í aðdraganda landsfundar þá komi þessi sjónarmið og þessi umræða upp. Og ég held að það sé, ég hygg að það sé innan allra stjórnarflokkana. Ég meina það var nú bara einhver flokksfundur hjá Sjálfstæðisflokknum daginn og þar sauð upp úr nokkrum stöðum. Og mér finnst það eðlilegt að þessi flokkar eru í krísu, ríkisstjórnin er óvinsæl, það eru óbúslega stór viðfangsefni framundan. Maður sér ekki, maður sér ekki planið út úr því og þá auðvitað. Og ég lít ekki svo á að forista flokks að það séu einstaklingarnir sem er að ákveða hvert flokkurinn fer eða hvað hann gerir. Nei. Til þess erum við með þessar fundi og þessir fundir, landsfundir stjórnmálahreyfinga eru æðsta vald hvers stjórnmálaflokks fyrir sig og þar erum við öll jafn. En hefur þú metnað til þess að fara til æðstu metorða í VG, myndu bjóða þig fram til einhverja trúnaðarstarfa á landsfundinum eftir 2 vikur? Ég komin í VG núna til að taka þátt í því að fara aftur í ræturnar eins og starfandi formaður boðaði. Ég komin í VG núna aftur til mæta aftur til leiks vegna þess að ég hef ágjör af vinstrinu. Ég var orðin þreytt af því að sitja heima hjá mér og tuða yfir með þetta hitt og þetta vitleysislegt og finnst eðlilegra ef maður hefur skoðanir að maður láti þó allavega á það reyna að hvort að fleiri séu sömu skoðunar eða sé tilbúin alltaf að taka við röksemdum en taka þátt í því samtali. Þannig að svarið er já, þú ætlar að bjóða þig fram til trúnaðarstarfa á vegum hreyfingarinnar. Það var alls ekki svarið, ég veit ekki alveg hvernig þú náði því út úr þessu. Ég bara spyr þá áfram, ætlar að bjóða þig fram. Ég komað inn til að starfa í grassrút VG. Fyrst og fremst í grassrútinni? Það er það sem ég er að gera núna. Einungis? Það er það sem ég er að gera núna, já. En mynduð þið leggja fram þessa tillögu ef þið værið ekki vongóðum að mögulega verðum bara samþykkt og stjórnarsamstarfið springi þá hreinlega eða eru þið fyrst og fremst aðeins bara til að fá umræðu? Ég veit ekki hvort að fólk áttar sig á, fólk sem ekki er starfað en stjórnmálaflokka áttar sig á hvað svona landsfundur er. Nei, ég veit ekkert hvað svona landsfundur er. Nei, það koma saman mörg hundruð manns til fundar á 2 ára fresti. Og ráðum sínum. Í aðdraganda þess starfa hópar sem að móta stefnu, skerpa stefnu, ræða saman. Svo kjósum við okkur fulltrúa sem að fara með svona valdið á milli þessara funda. En þarna er kjarnin í hverri hreyfingu. Mér finnst mikilvægt að VG sé hreyfing og
við eigum að vera hreyfing vinstra fólks sem að en með þess að vinstra fólks og svo ef að leiða saman, þú veist, fólk sem að brennur fyrir náttúruna, fólk sem brennur fyrir kvenfrelsi og svo friðarhreyfinguna. Þetta eru stoðir VG og við eigum að vera breiðfylking og samansatt fólks með þessar hugsjónir og pælingar. Og þegar ég farið á svona fundi, það hefur alltaf verið alveg brjálæðislega skemmtilegt. Ég átta reyndar því ég var þingfréttaritari tíman, þá fannst mér líka mjög gaman á svona fundum annarra flokka. Af því að þetta er óbúslega gaman. Þegar fólk bara sem starfar ólík störf út í þjóðfélaginu kemur saman til þess að ræða hvað brennur á þeim og hvað skiptir þau máli. Þarna lærir maður alltaf heil ósköp um viðfangsefni bæði nær og fjarsamfélag og og þannig eru ákvarðanir teknar í sameiningu. Þetta er ekki, þú veist, þessi svona gömlu stjórnmálaflokkar er ekki bara einhverju 2-3 einstaklingar sem ákveða hvernig hlutirnir er að vera og fara eftir því. Og þetta tengir spurningunni þannig að með því að koma með þessa ályktun núna þá fáir þau súrefni og umræðu út allt. Ég tel að við erum bara fulltrúar þarna inni sem að viljum láta reyna á þetta samtal. Við viljum, þetta er það sem brennur okkur. Við teljum að það sé vont að viðhalda þessu stjórnarsamstarfi, við teljum þessu vont fyrir bæði VG og fyrir þjóðfélagið og þetta er vettvangurinn fyrir okkur til þess að fjalla um það. Svo getur vel verið að félagar okkar sé á allt annari skoðun og við getum þá tekist á það og og þetta er allt svona með fyrir svona fund, þú veist, 95% sammála þeim sem eru þarna og svo er 5% að vera maður svona reiður og sári við því, sko. En þú veist, en þá tökumst við á þá þætti og svo löndum við einhverju niðurstöðu sem er þá lýðræðisleg, sem er þá ákvörðun fundar eins og hvað við ætlum að gera þessa tillögu. Og þetta finnst mér bara gott og heilbrigt ferli. Mun einhver í fórustunni taka þessu illa, segja að það er bara okkar að ákveða það hvort við erum í þessu ríkisstjórnarsamstarfi en ekki þitt? Ég held að sé bara gott að það svari hver fyrir sig í þessu, sko. Ég finnst það heyrt, þú veist, það er eitt sem getur gerst á svona fundum og það er svona þegar fundarsköpin taka yfir. Og það eru svo kallar náttúrulega frávísunartillögur og málsmeðferðartillögur og svona leiðir bara hvað á að gera við þetta efni og þetta getur orðið svona hápólitískt. En auðvitað eru þessi strúktúrar inni í öllum hreyfingum að því að stundum þarf að vera hægt að stoppa umræðu og halda áfram. Þú getur ekki þú getur ekki talað endalaust um sama málið ef allir eru ósammála endanum þarf að láta það reyna. Eitt af því sem maður svona hefur heyrt er að þetta í lögum VG að það stendur sko að þingflokkur taki ákvörðun stjórnarsamstarfi samráð við flokksráð að þá sé eðlilegast að vera ekkert að ræða þetta heldur vísi þessu bara til þingflokks og það finnst mér algjörlega galin túlkun vegna þess að landsfundir er æðsta valdið og auðvitað eigum við að ræða þetta og síðan þegar það hefur fengið umræðu þá er þetta að taka ákvörðun hvort þetta er heima í ákvörðun þarna eða ekki en landsfundur getur ályktað allt sem honum sýnist og fjallað allt sem honum sýnist og mér finnst það mjög mikilvægt fyrir lýðræðið. Já. Ef Katrín væri enn forsætisráðherra, verður sömu skoðunar með að það ætti að sprengja ríkisstjórnina? Svo ég hef alveg verið á því, ég náttúrulega var á móti þessu upphafi og hef alveg verið á því nokkra hríð að þetta gangi ekki lengur. Og ég hef sagt það öllum sem öllu fórstu fólki í VG, sko. Ég hef alveg tjáð þá skoðun mína ítrekað. Ég skil sjónarmið þeirra, ég ber virðingu fyrir þeim og ég skil alveg sjónarmiðin sem Katrín og fleiri höfðu árið 2017 til ákvað að fara inn í þetta stjórnarsamstarf. Ég var ósammála, við tókumst þá að virðingu, mín sjónarmið urðu undir í hreyfingunni. Það er bara allt í fínu, svo fórum við unnum ákveðnum málum og ég er bara mjög stolt af því og það var, bara náttúrulega, það var alveg hægt að fara yfir mjög langan afrekarlista VG í þessu stjórnarsamstarfi. Já, svo var líka hægt að fara yfir langana lista yfir mál sem ekki komast í gegn. Já, ekki komast í gegn og bara mjög alvarlega hluti sem er að gerast. Ég meina, ég tel að það hvernig hefur verið haldið á valdi Íslands gagnvart þessu málefnum Palestínu hafi ekki verið í takt við utanríkisstefnu Íslands og bara mjög alvarleg. Ég tel að það sem er að gerast í einkavæðingu húsnæðis fyrir hjúkrunarheimila sé hryllilegt, það sem er verið að bara búið til krana fyrir einkaaðila í ríkissjóðs. Það er fullt af svona málum og það er alltaf hlutverk þeirra sem eru í stjórnmálum hverju sinni að vega og meta eru málamiðlarnar og miklar eða ekki. Ég hef talið að þær séu miklar. Ég skil alveg hinn sem segja að sjáðu þetta. Ég meina, þetta eru bara ólík sjónarmið að takast á. En einhvers staðar þurfum við núna að standa andspænis þeim verkefnum sem eru núna og segja, getum við tekist á við þau innan þessa stjórnarsamstarfs eða ekki. Þú ert líka varaformaður VFR og þú hélst ræðu
Nokkuð magnaða ræðu held ég að flestum hafi fundist sem að hlustuðu á því þarna á Austurvelli daginn og ef ég mann rétt þá einmitt sagður þar lifi frjáls Palestína og sumir höfðu orði af því að hér siturðu sem vinstri græn og þú vilt breyta vinstri grænum og sumir höfðu orði sko að VG varð einhvern veginn og hefur verið settlegur teboðsklúbbur sem í huga margra og Íslendingar sjá ekki þörfin á VG vegna þess að sko prinsipin, hugsjóninnar hávaðin, tilfinningarnar ástríðan, þetta einhvern veginn virðist hafa vikið og ein ástæða þess að þið komið núna fram með þessa ályktun sem að hefur náttúrulega fengið töluverða athygli og mun gera það og hleypir svona nýri spennu í ríkisstjórnarsamstarfið. Augljóslega, þetta kemur innan úr einum stjórnarflokkana þriggja og þið eruð engir aukvisar í pólitík sem að berið þetta upp. Eruð þið með þessu að reyna að knýja fram þetta gamla sem ég var að tala að mörgum liðin svo hefði bara týnst, hefði bara feitað út ástríðan, harkan, prinsipin, vígorðin, slagorðin, róttæknin? Ég veit það ekki. Ég allavega í mínum stjórnmálaafskiptum, hvort sem að þau eru á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar eða hefðbundinna stjórnmála eða félagasamtaka, reyna alltaf að vera trú þeim málefnum sem að skipta mig máli og þar eru, eins og ég sagði áðan, ég kom inn í VG 2003 þegar við vorum að mótmæla Íraksstríðinu og ég er það ung, ég er 22 ára og þetta hafði bara mjög mikil áhrif á mig að vera þarna í samfélagi fólks sem var að reisa reisa í rauninni kröfur gegn stríði og mér finnst friðarhreyfingin eiga undir mjög mikið högg að sækja í heiminum og líka á Íslandi, það er bara komin bara svona vígvæðingar stemming í alla og ömmu þeirra og svarið liggur í pacifismanum miklu meira heldur en í militarismanum að mínum mati og svo finnst mér auðvitað það er ekki hægt að sitja þegar að eiga sér stað þar sem að Sameinuðu þjóðirnar kalla líklegt þjóðarmorð þegar að eiga sér stað stríðsglæpir í beinni útsendingu ofbáðslegt ofbeldi gagnvart fólki sem er búið að vera kúað áratugum saman þá finnst mér að það eigi bara að vera eitt af aðal viðfangsefnunum og ég að við vorum nú með málþingi í VFR niðurskurðarstefnu síðustu viku og þá byrjar aðal fyrirlesarinn á að segja ég ætla að byrja á því að hafa orð á því sem er að gerast í Palestínu og ég hugsaði að það liggur við að maður ætti að byrja allar ræður, allt sem maður segir, allar greinar á að segja áður en lengur haldið, þá ætla ég að hafa orð á því sem er að gerast í Palestínu og þar, það er VG sem ég þekki og það er VG eins og ég vil hafa hreyfinguna og ég vil bara segja hreyfingin, svona stjórnmálahreyfingar eru saman okkar sem erum í þeim við eigum þetta saman og við erum bara öll í rétt há sem félagar inn í þessum hreyfingum og það er síðan ykkur fulltrúar sem starfa og eitthvað svona en mér finnst það alveg svo ótrúlega mikilvægt í svona lýðræðisstarfi þannig að þegar fólk situr heima og kannski kjósendur eða fyrir kjósendur VG og segir ég hafa bara ekkert á sem fundi mín hugðarefni þá ég segja, kannski ættir að koma á fundin og mæta með þín hugðarefni og það er það sem ég er að gera. Já, svona rétt í lokin, ég sagði hér í inngangi að það væri erfitt fyrir okkur sem ekki erum í flokknum að meta það að hve miklu leyti eða hve mikinn stuðning þessi tillaga gæti fengið. Hvert er svona þitt mat á því og hvað hefur gerst síðan þetta var fréttamatur, þessi ályktun? Já, kannski rétt að taka fram að reglur VG gera ráð fyrir því að maður þarf að skila svona ályktunum með drögun með talsvöldum fyrirvara og við erum að skilja held ég í byrjun september þannig að það hún er alveg búin að malla hann inn í stofnunum flokksins í smá tíma ég verði að segja, ég bara veit það ekki við förum bara hann inn, reynum að færa rök fyrir okkar máli hlusta á rök annara kannski landast einhver niðurstaða, kannski verður þetta í ósátt þar sem að þetta fellur einhvern veginn en ég held að fari bara rosalega eftir hvernig fólk svona tekur á sér umræðu og svo þetta verið að kjósa nýja forystu þannig að það er rosalega margt upp í loft sem þarf að lenda á þessum fundi. Hefur engin ráðherra VG sussað á því í dag?
Í dag? Nei, ekki í dag. en eftir að þessi tillaga kom fram? Sko, ég myndi ekki túlka það að fólk sussi á mann. Samt segir andlitið á þér eitthvað allt annað núna? Nei, þetta fólk sko með ólíka skoðanir og þú veist, og við hefum alveg átt samtöl og fengið skilabúð og svona þú veist, skoðanir annar á þessu. En þú veist, og ég hef alveg rætt þetta við starfandi formann VG. Þú veist, hann á annarri skoðun, hann innan þessa stjórnarsamstarfs og styður það. Við áttum bara mjög hreinskiptið og opið samtal þar sem var bara borin virðing fyrir ólíkum sjónarmiðum sko og ég kann vel að meta það og mér finnst það sjálfsagt. Það finnst mér mjög eðlilegt. En því myndi fylgja mikið hjartasár fyrir þig ef VG myndi bara liðast í sundur og það eru engir þingmenn að loknum næstu kosningum eða eitthvað? Ég held nú ekki að ég fái hjartasár yfir stjórnmálhreyfingum sko. En mér finnst ekki gott fyrir vinstrið ef VG liðast algjörlega í sundur. Ég held ekki, svo getur vel verið að spretta eitthvað annað upp og það verður bara frábært. Þú veist, meina stjórnmálaflokka með alveg koma að fara sko. Þú veist, það allt í fínu lagi og fólk má færa sig til og þvælast á milli en þarna, þú veist, þetta bara staðir sem ég hef fundið hugsunum mínu farveg. Þú veist, unnið bæði launuð og ólaunuð störf í þágu þessara hreyfingar, áslatta texta í stefnu þessara hreyfingar, þú veist, og þannig að mér finnst eðlilegt að ég láta það reyna fyrir mitt starf persónulega. Og þið langar að draga verkalýðshreyfinguna aðeins meira og aktívar inn í VG heldur en kannski hefur verið, eða hvað? Nei, mér langar bara að fólk finni sínum skoðunum og hugsunum farveg þar sem því líði vel, sko. Ég vil hins vegar gjarnan draga VG meira inn í verkalýðshreyfinguna, það er alveg frekar í þá átt þú veist, að þær rætur svona vinstriflokks séu virkar og virtar. En það sem fyrst þú spyr svona fallega hvað mér langar, þú veist, mér langar og fólki í kringum mun geta staðfest það, mér langar rosalega mikið að bara gott og öflugt fólk sé virkt í stjórnmálum. Ég held að skipti rosalega miklu máli að fólk tæki þátt, finni sínum pólitísku hugmyndum og hugsunum farveg og og að við svona virkjum lýðræðisþroskan þar sem við tökumst á. Ég tel að því fleiri sem tæki þátt, því betri stjórnmál fáum við, sko. Því að þá erum við bara með fleira fólk, fleiri skoðanir og bara meira líf. Já, og erum við sammála að rödd verkamannsins og þeirra sem vinna með höndunum, hún veik inn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi? Ég kann kannski ekki alveg að meta það. Ég held að rödd verkafólks verður almennt undir í íslensku samfélagi eins og öllum öðrum samfélagum. Rödd láglaunafólks verður það líka og og ég meina innan VR, þú veist, þar erum við með hópa sem starfa bara á mjög lágum kjörum, sko. En síðan getur þú líka verið með þú veist, ég meina heyrist rödd millistéttarinnar mikið, ég veit ekki alveg hver á hvaða rödd hvar, sko. En ég tel að þau hagsmunamál sem varða almenning, sem varða okkur 90%, ég tel að það sé of mikið í stjórnmálunum sem fókusur á sérhagsmuni og ekki almannahagsmuni og það sé ofboðslega mikilvægt að eftir næstu kosningar, hvenær sem þær verða, að þá verði almannahagsmunirnir í fyrsta sæti. Mér finnst það vera markmiðið. Og ef þú værir í beinu talsambandi við ef þú værir framsóknarmanneskja en með þínar skoðanir og þú værir í beinu talsambandi við Sigurð Inga, þá myndir þú telja brýnt að koma á frekari skattheimtu hjá breiðustu bökin samanber það sem þú varst að segja. Já, ég meina, ég tel að verði, ef að það á að taka peningur umferð, þá tel ég að verða að taka á þar sem þeir eru. Þú veist, ég meðist það vera svona lykilatriði. Og ef að það er þörf á niðurskurði, þá finnst mér að við eigum frekar að fara þá leið að finna fjármagni þar sem það er til að við eigum sterka og öfluga innviði. Þú veist, mér finnst skattlagning er aldrei markmiði sjálfu sér. Skattkerfið er eins og að tæki til þess að bara mjög mikið efnaðarstjórnunartæki og jöfnunartæki og það að beita því þannig og líka bara til þess að við eigum fjármagn fyrir því sem við þurfum að gera og við hljótum alltaf að byrja að spyrja okkur hver eru verkefnin, hvað er það sem við viljum og þurfum að gera og síðan er tæknilegt úrlausnarefni hvernig við fjármögnum það og þá viljum við þetta gera það þannig að það sé sanngjarnt og réttlátt og ítundur jöfnuð. Ljómandi. Kæra þakki fyrir komuna Halla Gunnarsdóttir og gangi ykkur vel með þetta erindi á landsfundinum aðra helgi. Takk fyrir það. Hvar verður fundurinn?
í Víkingsheimilinu í Reykjavík. Já, einmitt. Nú, við förum úr þessum sálmum yfir í allt annað hluti. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þá hingað komin Sigurjón Magnús Egilsson, félagi minn og bróðir. Þetta sinni Egils. Við erum með svona eyju í Rauðaborðið, útibú. Já, sko. Þegar á Hringbraut sálugu að þá var ég með vikulega þátt sem að ég kallaði Pressan og þá fekk ég fólk úr fjölmiðlum til að koma að ræða helstu mál. Það voru nú fleiri fjölmiðlar í gangi heldur en nú. Já, en það fjölmiðla fólk samt sko víða sko. Það svona, þetta þrengra, það rétt á þér, þetta þrengra. Og en það bara svona gaman að taka þetta líka svolítið þaðan svona, þeir sem eru svona vön að vera að fjalla það sem er í gangi. Þannig þú ætlar að fjalla svona fréttir vikuna svolítið? Já, svolítið, já. Það náttúrulega svo klikkaslega mikið að gerast. Sko bara núna í morgun þegar Ásgeir Jónsson hataði seðlabankastjóri, tróð sóknu von í bankastjóran í Kaupþingi sem var rokkinn að hveiti má ekki kosta meira en brauðið, það var alveg dýrt að endurfjármagna sig. Svo fyrsta sem seðlabankastjóri segir í morgun að það aldrei verið hagstæðra sko. Það sjaldan verið hagstæðra. Þannig að þetta svo að mörg að taka. Það mörg að taka í okkar samfélagi núna. Það pólitíkin alveg hreint galinn. Og svo galinn? Jó, svona sko vinstri grænir að fara að halda sinn aðalfund og það búið að leggja fram tillögu að slíta stjórnarsamstarfinu. Halla Gunnarsdóttir sem var hjá honum Birni áðan eina af þeim og það fleiri þarna, Einar Ólafsson skáld og ykkur fleiri. Já, svo kemur sko Svandís Svavarsdóttir og hún verður formaður og hún talar í vor. Þetta vissum það? Já, það fara allir. Ég hef alltaf sagt að hún myndi ekki bjóða sér fram eins og ég hef sagt það við í samtölunum okkar. Já, en það ekki bara þrýstingur á hana svo mikill. Ég held að hafi verið að séu svona hópur í kringum Höllu sem ég veit ekki hvort það sé bara í kringum Höllu en Halla hluti af þeim hóp sem hafi eiginlega séð það að nú þyrfti eiginlega að vera svona hálfgerð hallabilding í VG. Það þyrfti fólki sem ekki studdist að ríkisstjórn að taka bara VG yfir og það var eiginlega eina leiðin til þess að halda áfram. Að það hafi kannski verið að þetta bara kenning, stundum bara að reyna að lesa í svona undirteksta eitthvað að þess Guðmundur Ingi var ekki búin að gefa út svar það hvort hann ætlaði að vera í formannin en svo núna gefur hann svarið hann ætlaði að vera í varaformann og þá kemur Svandís. Já, ekki formannin að þessu sinni, segir hann líka. Og þá segir hann, kannski þetta samkomulag við Svandísi og þá sé það bara forustan, ráðherrarnir og eitthvað svona hluti af þingflokknum sem ætla bara að verja víið á móti því og hvað sterkasta liðið sem við getum stilt upp. Það Svandís, af því að það ekki víst að segjum að Halla eða einhver annar myndi bjóða sig fram til formanns á móti í landsfundi þar sem að þessi tillaga væri aðalmálið var þetta ríkisstjórnarsamstarf endun í ríkisstjórnarsamstarfi 2021 var það rétt eða þá bara eftir að Katrín fór hefðu átt að slíta þá getur vel verið að til þess að Halla geti unnið mumma en ólíklega Svandísi. Þannig að það eitthvað svona. Ég miður bara að því vorum að tala um veikingu fjölmiðla, það vantar eiginlega fleiri svona stjórnmálaskýrendur og eitthvað fleiri sem að segja okkur svona einhverjar baksúr. Sem að hringja. Já, sem að hringja og hlusta sko. Já, og tala við marga. Kúlisar að sitta saman. En flokksþingið endar 7. október. 7. október er náttúrulega merkilegu dagur í Íslandssögunni, það hrundagurinn. Það eru 16 ár frá hruni þegar þeir klára sitt. Sem er kannski langu tími, kannski þetta stuttu tími, ég veit það ekki. Það er 16 ár frá hruni. Við verðum nú með þátt á að því að við verðum með þætti á sunnundum sinni Egils, kannski tökum við eitthvað svona hrun pælingu inn í þann þátt. Því að sömuleyti er svona glíma hvað hruni var. Sunnundegi? 7. október? Það var það líka ég byrjaði með sprengisand á þeim tíma bara í hruninu og náttúrulega sunnundi og það var mjög mikið að gera mér vikurnar eftir
Nei, já, en þú sér þetta, já. Já, þannig að VFG þannig að svo náttúrulega merkileg könnun hjá MMR eða Maskinu. Það sem að fréttin var einhvern veginn, nú tölfræðilegu munur á að Miðflokkurinn stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn sem heldur bara í 13,4%, komið niður fyrir 13,7% sem að Davíð Oddsson fékk 2016. Þannig að þetta alveg svakaleg. Og sagði ekki einhverju viðreisn við allir fram úr Sjálfstæðisflokki? Ég skrifaði það og var að meina það og kannski stríða, ég veit ekki. Það skrifaði að ég spáði því að viðreisn ná í Sjálfstæðisflokknum í nóvember og Flokkur fólksins í febrúar. Að þá verði Sjálfstæðisflokkurinn komið undir alla þessa flokka sem að má eiginlega líta svo á að séu svona einhvers konar klofningur eða kannski þeir sem eru að kjósa Flokk fólksins, Miðflokkinn og viðreisn eru svona kjósendur sem að kannski fyrir 30 árum voru kjósendur Sjálfstæðisflokksins. En segðu mér ef þetta kemur nú kemur Gallup bara eftir fáa daga. Já, með eiginlega svipa tímabil. Já, og ef þetta svona, aftur undir 14-15% með eitthvað svo þá hlýtur að vera ákallum það að formaðurinn víki og varaformaðurinn það ekki svona, já, ég held að eiga þau ekki verið tvíeiki sem á stjórnarflokknum. Þannig að þá eru dagar Þórdísar líka taldir í pólitíkinni. Já, ég bara mér fannst hún þegar hún kom á flokksráðsfundinum þegar Bjarni svolítið opnaði fyrir það að hann myndi hugsa sem gang og allt þetta. Svo kom hún með ræðu sem var eiginlega bara framboðsræða. Þannig að það var eins og hún bara litið svo á að nú þetta bara byrjað, nú bara barðan. Mér fannst það að ef að forystan að bregðast þá þú veist, ég meina að varaformað gangi upp og taki sæti formans þeirra allt í góðu þeirra bara eru kynslóðaskipti eða eitthvað en til þess að leysa vanda við manstu þegar Gordon Brown tók við að Tony Blair þegar Tony Blair var búin að missa allt traust Gordon Brown gæti ekki retta þessu hann var bara hluti af sömu arfleifum Já. Bara nýsendir í liðinu en sem bara færður í nýja stöðu. Svo held ég að sé eins og sást reyndar í varaformannskjörinu að hún fekk ekki glimrandi kosningu. Nei. Og ég bara heyrta svo mikið af svona sjálfstæðismönnum að það óánægja með hana. Það er engin fríður að hún sé einhvern veginn svona sjálfsagður arftaki í flokknum eins og með stundur láti með í umræðinu. Nei. Já, ég sammála þér. Það bara þannig. Hún er tildulega litla inneign. Já, mjög sammála því. Og það er reyndar eitt gamalt mál sem að hún slapp allt og létt frá. Það var COVID-tímanu þegar hún fór með vinkonu sínum út að borða í boði einhvers fyrirtækis. Og hún sagði eftir á að hún hafi borgað fyrir sig sjálf. Og mér finnst það bara ekki duga. Hún á bara að geta sýnt það með bara útskipta af eigin vísakortinu. Já. Að sín eigin korti og eins líka, ég var einu sinni enda töð út af því að var ráðarabíllinn með í för beið bílstjórin út á meðan hún var á kendiríinu með vinkonu sínum. En svo ráðherrar gera oft, ég man eins og var ég að vinna á veitingastað og þá beið ráðherrabíll landbúnaðaráður og þá Stengri Sjóð Sigfússonar fyrir utan á meðan hann var inni í fylliríi með starfsmönnum ráðuneytisins. Ég held að Karl Grey hafi verið hann út í 6 klukkutíma í bílnum að bíða eftir ráðurum. Þetta er náttúrulega þetta er ekki framkoma við fólk Nei. En svona verður fólk mjög fljótt þegar það er komið í þessa stöðu. Mál sem að talandi sem er ekki fest á Þórdísi Kolbrúnu að þegar ákvörðunin var tekin inn í útlendingastofnun að veita flóttafólki frá Venezuela forgang automatískt 4 ára dvalarleyfi og atvinnuleyfi. Þá var það á mjög stuttum tíma þegar Þórdís Kolbrún var dómsmálaráðherra. Já. Þannig að þetta gerist á hennar vakt sem að síðan Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að reyna að vinda ofan af. Þetta var eitthvað svona delirium hjá henni og Guðlaugi Þór. Guðlaugur Þór var þá utanríkisráðherra og besti vinur Pompeo og eitthvað svona.
og Íslendingar eina Evrópuþjóða fóru svona einhvern vagn með Bandaríkjamönnum að mesti flóttamannavandi í heimi væri frá Venezuela og þetta var algjörna forgang sem aldrei hafi verið gert svo bara sambarlegt og gert við Úkraínu síðar. Aha. Og þetta gerist á hennar vakt. En því miður þótt að við höfum oft fjallað þetta og sagt þetta þá bara eiginlega eins og engin vilji í samfélaginu til þess að svona greina þetta mál. Því að ef þú hlusta síðan á sjálfstæðismennina og hvað þetta kosta síðan, ég ætla þetta hafi ekki verið ákvörðun upp á svona 70 milljarða. Já, þetta bæði að opna dyrnar upp á gátt. Já, og loka svo. Já, loka svo. Það sem svar við á skaðanum sem að gerðist þetta opnaði. Og vísa fólkinu úr landi. Ég held að sé bara lágmarki 70 milljarðar. En svo kom líka fram, fólki frá Venezuela var, viljugast allar til að vinna hér. Þetta snýst ekki það hvort að þetta sé vont eða gott fólk. Nei, ég að segja, þau bjóðu velkomin og þau fóru að vinna. Svo vaknaðu upp eitthvað, heyrðu og bara burtu með, það sé að segja. Fólk sem var kannski hvað fyrst að skjóta rótum. Já, eftir að koma í ljós hvað gerist því að þessi 4 ár fara að renna út og þá það bara að þú fyrst bara leyfi til þess að vera í 4 ár. Þannig getur vel verið að svona stjórnvöld eða segjum að sé kannski bara sjálfstæðarflokkurinn, flokkur fólksins og miðflokkurinn við stjórnvöld. Það getur vel verið að það sé bara stemming fyrir að vísa þessu fólki öllu saman tilbaka. Segjum að sé kannski bara samdráttur í íslensku samfélagi eða efnægli sem bara ekkert svo ólíklegt af því að það ég held þessi vaxtastefna sé að keyra Íslandi niður í eitthvað svona samdráttartímabil og þá kannski verður atvinnuleysi og þá getur vel verið að stjórnvöld takið ákvörðun að þóttu að við sést búin að vera í 4 ár og börnin í skóla og allt saman að þá verður bara hent út. Góð veginn. Já, það komið ljós. Herðu, en ég ætla að fara að ná í blaðamenn. Já. Þetta klassískt form að tala fréttivikunar og samfélagsástand við blaðamenn og fólk sem á að hafa reynslu og innsýn til að greina. Já, kannski les blöðin öðruvísa eins og svona. Blaðið. Já, blaðið, já. Dagblaðið okkar. Herðu, frábært að fá þig inn á miðvikudögum og ég ætla bara að færa mig og bjóða Sigurjóni að stýra umræðu fréttivikunar við blaðamenn eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við höldum áfram við rauðaborðið. Nú komið að því að tala við 2 blaðamenn, Sigtryggur Ari Jóhannsson og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir. Verið bæði velkomin. Já, takk fyrir. Við þekkjumst nú öll vel, við höfum unnið saman. Já, ég var að hugsa að það eru 20 ár síðan og ég hef svona alltaf lifað svolítið eftir mottói sem þú kemdi mér á fréttablaðinu fyrir 20 árum og þá varst þú á mínum aldri og varst að segja að það er svo mikilvægt að vera innan ungt fólk og halda huganum opnum og ég hef alltaf hugsað þetta því að maður á það til að þrengja svolítið heiminn sinn og nú ég að opna hugan og gera breytingar hjá mér og skipta vinnur og svona. Já, fyrir 20 ára var ég 50 þannig að ég veit það. Þetta passar. Eins og við. Þetta er eins og við. Ekki ég, samt. Já, þetta var samt mjög gott að hlusta á yngra fólk og maður ekki alveg sammálað en við ekki að segja það beint samt, bara að leyfa að tala áfram svo kemur alltaf eitthvað og svo var það bara fín samvinna. Það var það bara. Já. Er það ekki annars? Þetta voru bara góði tímar hjá mér. Ég var nú svona ekkert endilega alveg ákveðin hvað ég ætlaði að gera á þessum vettvangi fjölmiðlana á þessum tíma, var aðeins að koma og fara en slípaðist inn í þetta og við áttum eftir að vinna lengi saman ég og þú og það var bara farsælt ég er bara varla hættur í þessu þó að fréttablaðið hafa ákveðið að það gefast upp. Já, það náðu sig ekki. Það hefur bara fækkað rosalega á fjölmiðlamarkaðnum og svona fjölbreytnin hún er að minnka mikið og þetta er ekki alveg gott mál. Nei. Það er mjög ofsalega leiðileg stað að vera bara með eitt dagblað og þó að dagblöð séu nú kannski heyri sögunni til raunverulega þá þetta var, mér þótti þetta algjörlega ástæðalaust að láta fréttablaðið fara þessa leið sem það fór. Já. Og óþægilegt að vera bara með eitt svona miðil Já, það fjaraði hratt undan í lokin, þetta var náttúrulega blómaskeiðið þegar við vorum að það.
Já, og maður vill alveg gjarnan að sé einhver þróun á fjölmiðlamarkaði og maður er alveg tilbúin að sleppa pappírnum og allt þetta, en sjá þá einhvað koma í staðinn og það hefur ekkert komið í staðinn, þannig að bara fjölmiðlafólki og blaðamönnum fækkar og við erum að sjá bara, svona öðruvísi fréttamennsku eða kannski minni eftirfylgni á málum og alls konar svona sem er núna með við hvað var. En það hérna Kristjánssoni minn sem var FF7.is sem var túristi, hann var á einhverju svona fjölþjóða ráðstefnu og þar voru svona tala netmiðla en þar talar enginn ókeypis. Eins og hérna MBL og Vísin á eitthvað 100.000 á dag eitthvað, það er enginn að pæli því. Það er bara, hver vil kaupa það sem þetta skrifa, sko, ekki hitt, það er bara mikið gagsminna, sko. Já, náttúrulega það er alveg algjörlega nauðsynlegt að finna leiðina til að fjármagna þetta, því að það hefur ekkert minnkað eftirspurn eftir fréttum eða ljósmyndum eða eitthvað, ég fór náttúrulega að vinna svo við ljósmyndavinnuna aðalega það er ekki búið að finna upp neina sérstakar leið til þess að borga fyrir fréttamyndir á Íslandi í dag, sko. En Þórður Snær er að reyna nýtt svona sem er spennandi að sjá hvernig verður. Og Heimildin hefur náttúrulega reynt þetta og Heimildin hefur náttúrulega er í áskrift og nær ekki alveg þessu flugi sem maður vil sjá í íslensku samfélagi. Þannig er alveg vönduð bara fréttamennska, marganhátt en nær einhvern veginn ekki í flugi sem maður myndi vilja sjá. Hástökkurinn er samstöðun, krakkar. Já, það mikið með hana. Við erum þar. Sko, byrjum aðeins að tala um pólitíkina. Það er þetta er náttúrulega þessi skoðanakönnun sem kom í gær, er alveg bara, það er bylmingshögg á Sjálfstæðisflokkinn. Já. Það er bara, sko, og náttúrulega grínast 13,7 var það sem að Davíð fekk í forsetaframboðinu. Já. Þeir komu undir það. Þetta er eitthvað sem að óræði fyrir ekki svo lengur síðan. Já. Með stefnu sem að ætti í rauninni að ná til svo margra, en gerir það ekki undir þessum hatti í dag, Sjálfstæðisflokknum. Og núna er verið að tala hver getur tekið við að Bjarnason og það er hver konan nefnd og maður hugsa, það er komin svona tími á þrifkonuna, konan sem á að taka til og laga og svona, og það kannski er þá tímabil sem var í einhvern x tíma og svo eru aftur skipt út einhverjum jakkafattakalli eða skipt inn á. Og maður svona velti fyrir sig hver gæti þessi kona verið og núna er einhvern veginn umræðin að enginn sé nógu góð og það er einhvern veginn líka umræði sem að konur lenda oft í og ég veit ekki, ég hef svo sem enga sterkar skoðunar á hver ætti að leiða svona flokk en maður þarf ekki annað en að sjá einhverja flotta mynd og maður, gæti gengið, af því að það er eiginlega þannig að það gæti allt gengið betur en eins og þetta er í dag. Já. Við vorum að tala um bræðurnir áðan, ég og Smári, við vorum að tala um að sko, og við vorum sammála það að sko Þórdís Kolbrún er náttúrulega stór hluti af fórestinni. Já. Það er ekkert sko, að hún tæki við væri engin breytingi sjálf, eða lítil breytingi sjálfur sér, því að þau eru búin að fara bara hönd í hönd í mörg ár. Já, og Guðrún Hafsteins líka hefur svona nánast tekið að sér að sjá hörðumálin hana, sko. Já. Og svo notaður Brynjar alltaf að senda hann svona geltandi hingað og þangað þegar þarf, sko. Já. Já, hann hefur svolítið sagt sér bara úr því hlutverki núna. Já, akkurat, sko. En allt þetta fólk sem er þarna eru fulltrúar þessara stefnu sem að er að mælast svona dapurlega, sko. Okkur er gengið mjög illa í sín Egils og sunnudugum að fá svona fórstu fólk úr til þessu Sjálfstæðisflokki. Áslaugu Arna kom. Já. Og hún var í bannastuði hérna, sko. Hún svona svaraði öllu sem við bindum að henni. Alltaf hress. Já, og hann verður að segja, hún er kannski bara skást að þessu, eða segjum best að þessu. Já, hún er allavega leiðtogi, það er alveg ljóst. En það er spurning hvort að hún nái til massans eða hvort að hún nái svona að skapa sig þá stöðu að vera talin fersk. Þótt hún sé svona rosalega ung að þá er hún náttúrulega hluti af þessum þingflokki og búin að vera og hefur kannski ekki tekið þótt hún sé í mörgum frábærum málum nýsköpununa þá er kannski það sem hefur fengið mesta athygli er að setja áfengi í verslanir og eitthvað svona sem er kannski léttvægt í stöðu samfélagsins eins og hún er í dag. En hún náttúrulega setti af rannsóknarstofnun byggingreiðnaðarins, miklu rannsóknirnar og þetta sem var alveg galið að gera.
Sko, ekki sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega svona, eða var, kannski hann bara hverfa, var svona einhver svona breiðfylking og þar inni alveg allavega 2 flokkar. Það frjálslyndi hægriflokkurinn og íhaldssami hægriflokkurinn. Og ég veit ekkit hvernig þeir armar eða þau öfl skipta þessu á milli sín. Nú ertu komin alveg aftur til 1929 þegar þessi flokkar sameinist í sjálfstæðisflokki. En þetta bara ennþá, svona þetta, því að fólkið á bakvið fylgið þarna hefur ekkit breyst óalega mikið. Og það þetta, þú veist, ef Áslaug verður, hún alltaf ung ennþá og yngst mögulega af þessu fólki sem við erum búin að nefna. Við gleymdu reynda Guðlaugur Þór. Já, akkurat. Ekki alveg eins ungur, næstum því ungur. En líka spurning hvort að því að... Það getur vel verið að þetta, íhaldssami armurinn eigi erfitt með að taka inn svona ungan kvenleiðtoga. Það ekkert frálegt, og það getur vel verið að það sé þröskuldur, en ég veit ekki, kannski bara fylgið að plokkast utan að þeim líka út af þessu endalösa íhaldi, ég veit ekkert um það. Já, og líka með Guðlaug Þóra, hann er náttúrulega búinn að reyna, en tókst ekki, og hann það veikir hann í rauninni og það ekki víst að hann nái að sameina fólk undir einni reglíf og það svo ljóst bara á umræðin eins og hann hefur verið síðustu vikur að flokkurinn klofin og hann ekkert endilega klofin utan einhver málefni, maður bara sér engin málefni sem eitthvað svona að kalla á manna að þarna sé einhver alveg sama hvort þú lítur í borgarstjórnina eða hvert þau ná ekki saman og það getur verið bara aldurs eða kynjatengt eða eitthvað, það eitthvað á okkur allt öðrum forsendum málefni og líka það var alltaf svo mikil ægi í sjálfstæðisflokknum. Já, bara, fóringja hollusta og ég nú stundu sagt sögði þegar ég byrjaði sem þingfréttamaður upp á 1990 þá voru 2 þingmenn sjálfstæðisflokksins sem voru 9 á þingi og svo voru rosa fjör í umræðum eitthvað slagsmál og svona en þeir fóru aldrei bónd og ég segi hvað, takk ekki þátt í þessu þeir voru að segja mér eitthvað sem þeir átt að segja í ræðustólum en þá við megum það ekki við máttu það ekki af því að þá eru þeir að lengja umræðu sem að fóringi vildi ekki að vera í gangi og þess vegna getur ekki að kosta svona ansvari og einhverju fæting við bara máttu það ekki. En ég veit ekki hvort að það myndi ætti að segja það við einhvern í sjálfstæðisflokknum núna og mátti ekki taka þeim máls, ég veit það ekki. Nei, það náttúrulega þetta, það eru líka bara nýjar kynslóðir að koma hér af örugglega fólki inn í flokkunum, ekkert síður bara kjósendum og það eru breytt við þar að koma. Það er búið að reyna ýmislegt núna á þessum vettvangi. Sjálfstæðismenn hafa verið mjög ófeimnir við að reyna alls konar svona brögð í pólitík sem þeir ekkert að finna upp á þessu þau heldur þetta bara kemur til okkur utan á heimi og það verið að selja fólki bara ótta bara gera fólk óttaslegið við breytingar sem í veröldinni og valda öllum þessum fólksflutningum og öllum þessum þjáningum og mögulega styrjöldum og öllum þessum djöfulgangi sem og það búið að opna Bjarni Benediktsson hefur verið ófeimin og Guðrún Hafsteinsdóttir líka að halda því að fólki að þessar breytingar séu slæmar fyrir okkur. Það þurfi að herða vörslu og landamærum og hleypa ekki öllu þessu brúna fólki hér inn sem að kemur bara og vill dóla sér og eitthvað og það bara ekki sjá að þessi ræðsluáróður sé að skila þeim fylgi. Nei. Og ég veit ekki hvað það eins og fylgi kannski bara að fara frá sjálfstæðisflokknum yfir til miðflokksins, að rasistarnir einhvern veginn að hoppa á milli þannig. En það ekkert nýtt að gerast þannig sem betur fer vona ég Því að ég held að svona eins og flóttamannabúðir við flugvöllin og eitthvað sem verið að boða einhverja breytingar. Akkurat. En þegar segir þetta að það var á tröppunum á Bessastöðum sem Bjarni byrjaði þetta með útlendingamálin svona krafti að þá sér hann að Sigmundur Davíð svona aðeins að hlaða upp og tala mjög ákveðin í þessum málum og Bjarni bara heldur þarna að ræðu og fjölmiðla bara spila það og þá einhvern veginn svona verður sjálfstæðisflokkur svona harður í útlendingamálum af því að þeir töldu mikið leka greinlega yfir til miðflokksins.
Maður er verið að hugsa þetta, það er náttúrulega örglega eftir að tala efnahagsmálið rétt og eftir og allt það og þegar við erum að tala ótta og ég er búin að vera að hugsa þetta svona undanferðina því að þessi ríkisstjórn veit ekki alveg hvort hún á að koma eða fara eða vinna saman eða ekki og það var einhvern veginn máðust svona út línur, bara málefnalínur og annað og fólk veit ekkert hvort á að kjósa vinstri eða hægri lengur og það er svona óvissa. Og ég var að velta þessu fyrir mér að þegar oft verið að tala með efnahagsmál sé það sem að sker úr hvað fólk vil. Bara þú þarft fæði, klæði, húsnæði, maður getur notað þessi, þú þarft að vita hvað þú átt og vera ekki hrættur þitt í rauninni. En það er núna í samfélaginu einhver ótti og það er þessi ótti sem að er í rauninni, myndi ég segja ástæð fyrir því að þessari ríkisstjórn er ekki að takast vel upp af því að innra með okkur og í þjóðinni núna er svona einhver ótti tilfinning sem að við vitum ekki alveg hvað við gera við með bara vopnaburð, ungmenna, með bara hvort við getum borgað lánin okkar, af hverju allt þetta fólk að koma inn til landsins og hvað á ég þá kannski að vinna og það verður svona, það er bara undirliggjandi og er að koma heimstyrjöld, hvernig getum við að stöðva þetta stríð í Ísrael eða Úkraínu, það bara er svona bara yfir okkur ótti og þetta er eiginlega eina sem að ríkisstjórn þarf að passa. Það er að það myndist ekki ótti í samfélaginu og það er náttúrulega auðveldast að gera það með því að tryggja fólki peninga í hönd. En núna er þessi bara grunn tilfinning, óttin er svona læsast hjá fólki og ef að þeim tekst ekki að ná tökum á því að þá á náttúrulega svona ríkisstjórn bara ekkert erindi. Og þá að ríkisstjórn saman tíma ger ekki nú mikið til að fólki fái trust á henni sem leiða okkur áfram. Er það ekki það? Já, maður verður að hugsa líka hvað þarf til þess að minnka ótta. Ég held að það sé líka að vita allar reglur virki og svona, en núna er einhvern veginn í samfélaginu það er bara hægt að hringja nokkur símtöl og þá er hægt að breyta reglunum og þannig maður hugsa eru reglur? Ekki, eru lög. Guðrún Hafsteinsdóttir bara játa það að hún hafi brotið lög. Já, og það er svona ekki tiltökum mál, þannig að þegar maður fer að velta allir þess að það í samfélagum þarf einhver grunngildi og við þurfum að fylgja þeim og við þurfum að hafa reglur og þær þurfa að virka. Og það er hérna hjá okkur núna kannski Lausung, þau eru náttúrulega fylgislaus, þetta er fylgislaus ríkisstjórn. Vinstri er náttúrulega fylgislaus ríkisstjórn. Vinstri grænir mælast bara fylgislaus alveg, er ekki? Og Sjálfstæðisflokkurinn með hvað kom? 13,4 akkurat. Þannig að það er nú ekkit skrítið að þau séu feimin við að gera eitthvað að viti sko. Það hlýtur alltaf orka tvímælins þarna sko. Og Framsókn talsveit niður líka sko. Og meiri segja sagði ykkur sko, að það er náttúrulega Samfylkingin. Hann var til að reyna svolítið á hana sko. Samfylkingin er efst, síðan kemur miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og skammt undan Viðreisn. Og þegar voru að segja þess að frétt, þá segir að það væri sko ekki hægt að tala munin á milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er kannski stutt niður í fjórðasæti sko. Akkurat. En að því ég nefndi Samfylkinguna sko, Kristur Hrossardóttir hefur ekkert svo mikið verið í pólitík, ekki svo við heyrum. Nei, það er náttúrulega bara oft talað að þegar gengur vel og svona þá er best að þegja bara og bíða. Segja sem minnst. Já, segja sem minnst og vera ekkert að rugga bátnum og þeim gengur bara vel í því. Enda með 25% fylgi að þá erum við að fara að sjá fullt af nýju fólki inn á þingi ef þetta yrði í raunin. En fólk í rauninni bara að segja ég vil breytingar, ég vil að kjósa Kristrúnu en með henni mun svo koma kannski her af fólki sem eru aldrei verið á þingi eða maður veit ekkert hvað hefur fram að færa. Maður skinnir eitthvað óöryggi líka á Pírötunum sko. Eitthvað fíla þar. Já, sem er dálítið leiðilegt. Allir Þór Fandal var að hætta bara og skellti hurðum bara. Já, og nú veit ég ekki sko, ég hef alltaf svona dálítið hrifinn af að hafa Pírata inn á þessum vettvangi. Þetta er svona þetta er svona fólk sem er einhvern veginn minnst líklegt til þess að selja samfæringu sína einhvern veginn eða, þú veist, og það er einhvers virði í pólitík, sko. Nóg er nú á hinu, sko. Og helst myndi ég vilja sjá bara fyrir bara heilbrigð stjórnmál og heilbrigð umræði að hafa Pírata
bara sterka og vel jarðtengda sko. Og hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu sko. Og minnst leiðilegt að skynni þetta óryggi hjá þeim hana. Þau eru með nokkra sko öfluga stjórnmálamenn. Já, engin spurning. Já, ég held eiginlega að þetta sé svolítið eins og þú varst að tala hérna í byrjun þegar menn segja við megum bara ekki tjá okkur. Þetta eitthvað svona, við þurfum það þarf einhvern veginn að jafna þetta því að stjórnmálaflokkur geta heldur ekki verið fullir af sólóistum. Þú þarf stefnu og fólk þarf að fylgja henni og þannig að þú veist hvað stefnu þú ert að kjósa en ekki bara einstaklingin. Því að ef við ætlum að vera bara með sólóista þá sjáum við bara það sem gerist eins og hjá sjálfstæðisflokknum í borginni núna að þau kjósa bara þvers og krusum borgarlínu og þá þetta bara alltaf ákvörðun hvers og eins og þá eru flokkar óþarfir. Já, en það sko í svona kannski spurningum að fórustan leyfi einhverjum að vera sko og líti út fyrir að vera svo óþekki eða óþekka. Já, þessi hlutverkaleikir. Já, en sko ríkisstjórnin hefur lítið fylgi og ekki síst vegna efnahagsmáluna. Því þau snerta fólk svo áþreifanlega núna. 2021. Þá bara lofað bara nánast að sé bara komið í lágvaxtaland. Og fólk fór þá og tók óverðtryggð lán og allt þetta. Svo reyndist það bara að vera algjör rangindi. Og núna bara mörg heimili síðustu mánuði og verða næstu bara í ángis hvernig það ná endum saman og Þetta alveg raunverulegt. Já, þetta eitthvað sko bara það, þú veist alveg óttan og afkomóttan. Já, afkomótti bara mikil grundvallar tilfinning sko og getur eyðilagt fólk alveg og heilu fjölskyldunar sko. Já, maður ímynda sér að ekki að láta eins og ég sé mentuð í akkurat fjármálum þessu fæi, en þarna virðast bara hafa orðið mistök. Þetta eru nokkur ár aftur, gerist í COVID, vextinni fara niður og það ennþá verið að vinda ofanar sem þegar að trekja upp vexti á fólk og halda þeim svona háum. Og þetta eru bara, þetta virðast bara hafa verið mistök, hagstjórna mistök. Ég þekki manneskju sem að tók óverðtryggða vexti og núna að fara yfir í verðtryggt þrátt fyrir að hann hafi viðbjöð að því sko. Alltaf, bara aldrei færi verðtryggt. En það bara engin kostur annars. Nei. Þetta bara, og það ekki, það náttúrulega búið að rella svo mikið þetta og það hefur verið stjórnmálaflokkar sem hafa talið um að reyna að leggja niður verðtryggingum með svona handafli eða eitthvað. En það ekkert, þú gerir ekkert annað í því en að búa til samfélag sem að hefur einhvern stöðuleika. Ef þú gerir það, þá getum við tekið óverðtryggð lán að því við höfum einhvern svona lágmars fyrirsjáanleika hvað við ráðum við að borga og getum ekki staðið í þessari endalausu ævintýramennsku. Og svona þetta bara, ég veit ekki hvernig í húskupunum það auðvelt fyrir mig að sitja og vera eitthvað ægilega vitur en þannig að þegar menn tóku niður alla stýrivexti í COVID 2021 eða hvernig sem það var og allt var bara vitlaust. Og það var auðvitað ekkert endilega til þess að vera eitthvað auðvelt hjá fólki að smíða allir pall og eitthvað svona en leigufélögin kom og keyptu allar íbúðir sem voru lausar, allt. Og leigja það svo bara kostar 600.000 mánuði að leigja íbúðið eitthvað hvað sem það nú sko. Og nú erum við bara að súpa seiðið af þessu rugli og svona þetta alltaf. Og ég bara af rælni gáði í morgunna þegar ég þarf að fara að fjármagna einhverjar pípulagnir heima hjá mér að láni hjá mér virðist hafa hækkað 5 milljónir á 3 árum verðtryggt lán sko og komið upp í þakið á veðmöguleikunum og eitthvað svona þetta bara eitthvað vitleysa sko ég veit ekki af hverju maður á að þurfa að búa þetta og ég held sko innst inni langar mig eiginlega mest að flytja í eitthvað annað land sko og það ekkert nýtt sko hjá mér eða fullt af fólki held ég. Já, svo náttúrulega svolítið hættult að heyra stjórnmálumenn í dag tala að hitt og þetta eins og bara verðbólga sé bara í DNA hjá okkur, þetta bara í DNA. Þetta bara dónalegt fólk. Og svo segir Svandís á Facebook núna að einkabíllinn sé í DNA þannig að allt í einu eru alls konar svona hlutir sem erfitt að gera breytingar á bara fast í DNA
hjá okkur, bara í erfðamenginu. Erum við ekki svona stríða Sigurði Ingi eitthvað með þessu? En þetta verður svo ef einhvað bara í erfðamenginu okkar, þá hægt að breyta því, veist? Erum við að byggja stökkbreytingu, eða hvað það sem þarf að gera? Við erum að hringja í Kára. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta einhvern veginn, að það að maður þurfa, geti verslað í Gucci einn daginn og þurfa svo að fara í H&M hinn daginn, að því maður bara, krónan bara á flegi ferð, þetta bara í DNA. Þannig að við verðum bara að sætta okkur við þetta. Alveg ótrúlegt. Við meðan nú eiga það hjá Viðreisn, að þú sé nú ekki alltaf á þeirra bylgjulengd í öllum málum að þau eru duglega að tala fyrir bættu efnahagsástandi. Já, en gengi þeirra að það sveiflast ekkit eins og annara flokka upp niður mikið. Það bara ótrúlega mjög stabíl. Já, og þannig að einhverja hluta vegna þá nær þessi boðskapi þeirra ekki í gegn, hvað sem veldur. Akkur vill fólkið sem er að kjósa, akkur hefur það svona mikið áhuga á þessari efnahagsstjórn sem að fylgir íslenski krónu? Núna þetta bara svo augljóst. Já. Þetta svo augljóst, okkur var lofað öðru. 2021. Akkurat. Já, mjög stutt síðan. Já, 2021, þá vorum við lágvaxtaland. Seðlabankastjóri vælandi í hádegisfréttunum áðan yfir því að bankarnir var að hækka vextina á skarpt. Já. Það er bara eins og hann sé ekki vinna í banka. Já, en ekki viðskiptabanka. Ég finnst bankastjóri Kaupþing sagði þetta að þegar þeir hækkuðu voru fyrstir til að hækka. Já. Og svo kemur Ásgeir Jónsson eins og hann nú elskar á þjóðinni og segir að þetta er bara ekki rétt. Það er bara verið ódýrar en oft áður að endur fjármagna. En þá greinilega ekki hjá þessum bönkum. Já, Seðlabanki lítur að sjá heildar myndina, ég ímyndað með það. Herðu, krakkar, þetta er svona, eitt þarna sem voru nefna á þann. Þessi svona, ef það er vantraust og fólk er óvíst sig og það er best inn í heimilinn og niður í börnin og svo bara allt innu, bara hnífabörður bara. Eitthvað er að. Já, það getur verið að foreldrarnir sé farin að rífast út á túkallinum og allt þetta Hvernig ég var að leysa ég veit ekki, ég hef alveg skoðun á þessu, ég veit ekkert hvort að hún er einhvers virði þetta er svo viðkvæmt þetta er svo viðkvæmt mér finnst að fara að flýta sér að draga einhverjar ályktanir núna af 1, 2 málum, 3, ég veit það ekki ég held ekki að það sé gott fyrir neitt í þessum aðstæðum. Ég held að þegar að og mér fannst það alveg galið þegar að einhver ráðherra var stokkin á hestbak þarna morgunin eftir einhvern harmleik og komin á stað með eitthvað þjóðarátak. Það er bara atkvæðaveðar. Það er bara, ég bara fordæmi það og að þetta er bara raunveruleg tragedía það sem átti sér stað þarna og hún er sönn og hræðileg og ég er ekkert viss, ég held almennt að krakkarnir okkar séu góðir ég er ekki vissum að eru margir sem bera vopn á sér Já, það þarf bara að tala við þessi börn og vera með þeim og við þurfum að gera það alveg svo við höfum alltaf gert ég er að segja ef að fjölskyldan eru í svo miklum átökum bara til að lifa frá degi til dags að þá fest hitt kannski fyrir Já, ok. Ég skil hvað það fara. Ringir sími hérna. Ég skil hvað það fara með það. Áminningar, hvar ég á að vera hverju sinni. Ég held bara, ég er ekki hrifin af því að mér finnst bara að við eigum að vera með þessum krökkum okkar og hafa gott talsamband við þau og ég held ekki, ég get ekki séð að það sé réttlætanlegt að horfa á einhver atvik eins og þetta sé einhver alda eða eitthvað svona það er svona, þú veitir þetta eitthvað sem kallað var úlingadrykja, það náðist niður ég var alltaf alveg blindfullur þegar ég var úlingur og eitthvað svona svo er það lagaðist það eitthvað og börnin okkar voru ekkert eins læm svo er það mælist það eitthvað aðeins upp núna það er ekkert ég get ekki valið fyrir börnin mín hvað þau láta upp í sig en ég get reynt að vera með þeim Já, en líka getur kannski talað við börnin þannig að þau séu óvopnuð Helst líka þannig, já, algjörlega Já, þetta er
Þetta er alveg flókimál og við þurfum að skoða hvað það er og hvort að þetta er einmitt svona partur af þessum ótta sem vorum að tala börn eru það óttaslegin að þau telja sig þurfa vopn og annað og við þurfum að skoða hvaðan þetta kemur. En það er með þetta eins og annað í samfélaginu að við höfum allir einhverja skoðanir á þessu en enginn hefur beint þekkinguna og það er einhvern veginn verið að setja mál í nefnd og svo kemur bara í ljós þess að nefndir fór aldrei að staða því að voru svo margar aðra nefndir og það einhvern veginn og þetta kristallast í því að við náum svo illa utan hluti. Einhvern veginn bara virðist vera bæði í stjórnsýslinu og annað að það virðist oft að það tekst ekki alveg að ná utan hluti en það samt finnst nú svona augljóst núna að fólk vill svo gjarnan ná utan þetta og svona og ná utan það að börni geti hvað vildum við að við væri nú bara hérna á ríkisstjórnarfundi eftir svona mál okkur bæri skylda til að segja frá þessu er það ekki? Jú. Og sem getur þá orðið til þess að öflug frétt að hún eigur kraftin í málinu og ekki er þetta þegi yfir þessu? Nei, alls ekki. Þetta gerðist, við þurfum að segja hvað gerðist. Og líka verður líka huga að því sem að, þó að skrifi ekki þannig frétt þetta núna, en þá verður samt að huga að því að þetta er eitthvað breyting sem við viljum ekki. Ég hef nú sagt að hérna áður að í minni æsku, það er nú svo langt síðan, að þá fengu strákar bara dálka í fermingagjöf og þetta var bara sett í beltið en það var ekki til að drepa hann, þetta var bara til að tálka og svona og skátar og svona Við verðum að segja frá þessu það er ekkert þegar ráðherrann er komin hann með eitthvað þjóðarátak á mótninum það er ekki fjölmiðlinn verður bara að segja frá því og við verðum svo bara að sitja og meta það hversu ærlegt það er að gera þetta eða ekki Ég er svo sem aldrei verið mikill aðdáandi Davíðs Oddssonar en eftir snjóflóð fyrir vestan þá var hann forsætisráðherra Vigdís var alveg frábær faðmaði fólkið og hugreisti mjög mikið svo Davíð eitthvað að byggja upp og svona hann svaraði þessu alltaf svo mikil skynsemi hann var ekkert að lofa einhverju sem hann kannski vissi að þið gæti ekki staðið við en hann talaði mjög jákvætt til fólksins og þessar hörmungar sem hefur dunnið yfir en svo með uppbyggingun það svona náði hann að svara því þannig að hann skulda ekki neinu neitt eftir það þannig að þá gáttu þau tekið þessar ákvarðanir á lengri tíma í betra tómi heldur en á kafi snjóskafli það sem hörmungarnar höfðu orðið alveg rétt alls, ég meina þetta er aldrei besti tíminn að taka einhver afdrifaríkar ákvarðanir þegar allt er í villi í áfallinu sjálfu? Nei, áfallinu, bara aldrei bara alltaf að bíða aðeins, bara sofa eina nótt eða fleiri Þetta gildir bara persónulega samskipti með þessu annað fólk og allt mögulegt Ég er eiginlega sammála þessu að maður má ekki fara úr hratt á stað en það er gríðarlega oft í íslensku samfélagi sem er þá bara ekki farið af stað og það bara ég held svona þegar maður svona búin að vera í blaðamennsku í 20 ár og horfi á blaðamennskunni svo að þá hverfum maður einmitt kannski af því að þegar maður er búin að skrifa frétt og svo skrifa maður aftur eftir 2 ár og svo 2 ár og þetta er alltaf sama bara er það? Og svo fer máli aftur hringinn og það gerist ekki neitt og við sjáum þetta í svo mörgu hvort sem það er núna þessi mannsalsmál eins og maður sá í Kveik og þá er vitnað í þáttur sem var fyrir 6 árum alveg eins og alveg sem málin þegar kveiknar í iðnaðarhúsnæði sem býr fólk og bussi förum aftur í það og þannig að við förum aftur og aftur og kemur ljós að það hefur gríðarlega lítið breyst Það er líka hlutverk fjölmiðla að halda svona fréttum við halda þeim gangandi af því þetta er eitthvað sem enginn vill í rauninni í samfélaginu Það er kannski að góða þá við fjölmiðlastéttina því að það er nú oft þannig að maður gagnrýnir einmitt hraða endurnýjun og svona að þegar að þetta kemur upp aftur og fólk verður blaðamennir alltaf jafn spenntir að segja frá þessum stóru fréttum eða væri alltaf sami einstaklingurinn að þá brennur hann hratt út á þessu vegna þess að breytingarna verða oft svo litlar við þessar stóru fréttir. En þetta er samt, finnst mér svona að við megum ekki sofna á verðinu. Við segjum ykkur að frétt sem er stór og þá er ekki bara að snúa okkur í alfarið að næstu. Við erum að fylgja alltaf eftir. Það er alveg rétt. Herðu, en þetta var dásalegt spjall gamalla vinnufélaga.
Já, gaman að vera hér. Og Sigtryggur Ari, þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Takk. Takk hérlega. Og ég held að sé Björn Þorláksson sem að sest hérna inn á eftir mér. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, ef þið eruð að leita lesefni einhver tíma núna í skammdeginu sem nálgast, þá get ég bent á að ég skrifaði einu sinni BA-ritgerð repparíg. Það var þegar ég lærði þjóðfélagsfræði við Háskólann á Akureyri. Og ég veit ekki hvort orðið repparígur mun koma til umræðu nú á næstu mínútum, en mér svona hálfgrunar það. Ég kom með mann hérna í heimsókn sem að skarta nú ýmsum embættum. Hann doktor í stjórnmála sálfræði, aðstoðarmaður ráðherra og rannsakandi í hjáverkum. Bjarki Þór Grönfeldt, velkomin. Takk fyrir. Ég var að glugga í sveitar, ég var að renna yfir heimasíðu sveitarfélaga og rakst á rannsóknum byggðabrag og þú ert í félagi við annan mann, búin að vera að skoða svolítið hvernig upplifun íbúa sem að kemur í nýtt sveitarfélag, hvernig hún svolítið ólík á milli svæða og milli sveitarfélag, ekki satt? Sko það eitt af því sem við höfum verið að skoða, en svona smá baksaga máls þá sem sagt fyrir 2 árum síðan þá lauk ég doktorsprófi í stjórnmálasálfræði og flutti heim og var svo heppinn að fá vinnu við Háskólann á Bifröst, eins og þú mittist á sem rannsakandi þar með Víbli Karlssyni, kollega mínum í rannsóknarsetri byggð á sveitarstjórnarmálum við Bifröst, eins og ég sagði hann. Og þessi skýrsla sem að kom út núna fyrir mánuði síðan, hún svona tilraun til að taka einhvern hluta af menntunni sem ég fekk úti í stjórnmálasálfræði hingað heim og blandaði við byggðamálin og sveitarstjórnarmálin. Og það sem við gerum í þessari rannsókn er að við förum í og gerum svona frekar ítarlegar og djúpar meginlegar spurningakannanir 3 sveitarfélögum og fylgjum og eftir með rýnihópum. Og þetta eru 3 sveitarfélög sem hafa vakið athygli rannsakanda áður. Þetta eru Dalabyggð, Húnaþing vestra og Húnabyggð sem er nýtt sveitarfélag í Austur-Húnavatnssýslu. Nennirðu aðeins núna áður við höldum lengra að skýra fyrir okkur landfræðilega munin á Húnabyggð og Húnaþingi vestra? Já, einmitt. Húnaþing vestra er sveitarfélag sem er nú sameinaðan. Ég held að það hafa nú verið til þó í vel yfir 20 ár og er svæðið í kringum Hvammstanga og dreifbýlið þar í kring í Hrútafirði. Og Húnabyggð er nýtt sveitarfélag sem er sameinað af Blönduósbæ og dreifbýlinu þar í kring og er tiltölulega nýsameinað. Það sem er vakið athygli er að þetta eru 3 mjög sambærileg samfélög. Þetta eru ekki bara, þau eru bæði landfræðilega nálægt og svona lýðfræðilega mjög lík. Þetta er sameinuð sveitarfélög sem standa saman af tiltölulega náttúrulega litlu þéttbýli, en eru með þéttbýliskjarna, það er Búðardalur, Hvammstangi og Blönduós og svo dreifbýli þar í kring sem að náttúrulega það sem allir þungin í atvinnulífinu hefur verið á sauðfjárbúskap og landbúnað. Einráðandi höfn í öllum. Já, akkurat, og það sem er vakið athygli er það að þrátt fyrir það að þessi samfélag séu svona að mörgu leyti lík, að þá hafa þau skilað gjör ólíkum niðurstöðum í íbúakönnunum sem að Vífill Karlsson hefur staðið fyrir núna í mörg ári í samstarfi við Byggðastofnun og á þann veg að það er alltaf yfirgnæfandi ánægja í Húnaþingi vestra, það er áberandi mikil ánægja þar og það er svona lágstendari stemning í Dalabyggð og Húnabyggð, ekki það að sé eitthvað ef við berum sem að landsmeðaltal þá kannski, eru þau bara svipuð róli og önnur sambærileg sveitarfélög en það er eitthvað við nágrannar þeirra í miðjunni sem sker sig svolítið úr og okkur langaði að kanna og við hefum gert svona Hvammstanga ánægjan, bara svo maður reyna Já, Húnaþing vestra ánægjan svo við séum nú pólitískt korrekt. Akkurat. Nei, maður finnst það bara áhugavert því að einmitt, halda áfram. Já, og þannig að sem sagt okkur langaði svona að kanna hvað gæti mögulega
leið að baki, þannig að við fórum í þessa rannsókn. Ég segi kannski ekki endilega við eigum kollgátuna en það eru svona nokkrir hlutir sem að komu í ljós. Það sem við byrjuðum á að gera, við vorum með þessar 3 skoðanakannanir og það eru nokkrir hlutir sem eru svona áberandi og stinga út úr. Það er í kannski fyrsta lagi og það er mjög afgerandi munur þar að það var þarna einn mælikvarði sem að fær fólk til að meta svona hversu vel færðu þarf þínar upphildar í samfélaginu þínu og auðvitað er þetta mjög opin spurning og þarfir geta verið allt frá. Það er bara dagvarana, heilbrigðisþjónustan og skólar og allt þar á milli en íbúar í Húnaþingi vestra eru mjög ánægðir eða öllu heldur telja þarfum sínum meira að minna nánast alveg uppfyllt á meðan íbúarnir í hinum sveitarfélögunum eru telja það að vera mun síður. Þannig að það er áberandi munur. Það er líka áberandi að í Húnaþingi vestra þá er svona áberandi meiri trú á getu samfélagsins til að takast á við áskorunni. Fólk svona trúir því að við sem heild getum tekist á við það sem að það sem að kemur upp og við þurfum að takast á við. Meiri samheldni, jafnvel meiri félagsauður eða eitthvað? Já, það er eitt af því sem mælt sem líka, það er meiri samheldni. Sem sagt fólk metur í Húnaþingi vestra, metur samfélagið samheldnara, að þetta sé svona að fólk sé, hvað segir maður, það sé aukin samheldni en það er líka, tengið þessum einmitt náið er að því við minnst svo reppareiga á hann, það var ein spurning það sem fólk var beðið að taka afstöð til þess hvort að reppareigur var vandamál í sveitarfélaginu og sömuleiðis og fólk beðið að taka afstöð til þess hvernig samstarf á milli dreifbýlis og þéttbýlisværi og það er líka afgerandi munur að það er fólk metur mun meiri repparíg í Dalabyggð og Húnabyggð heldur en í Húnaþingi vestra og þar virðist við kannski komum betur inn á það eftir en það sem að þetta er náttúrulega öll sameinuð sveitarfélög og við vitum að sameiningar þær takast misvel, það eru dæmi vel efnaðar sameiningar og svo síður efnaðar sameiningar en það er eitthvað sem að einhver X-faktor sem þeir mjög tekist í Húnaþingi vestra að búa til af því það virðist vera svona eins og sveitarfélagið sé svona eining í hugum fólks á meðan hinn sveitarfélögin eru kannski meira ennþá svolítið að fungera í gömulum reppamörkum. Já, ef þú værir að tala syðstu eyjuna í einhverjum svona klasa og það væri besta veðrið og eitthvað svona þá, en þetta er mjög áhugavert að finnst okkur hinnum sem við sjáum ekki alveg úr fjarska hvað er öðruvísi þarna heldur. Nei, og það er náttúrulega stefna stjórnvalda að fækka sveitarfélögum og að sameina þau og það er þá viðbúið að það verði til fleiri, að þau eru orðarinn þá nokkuð mörg en verði ennþá fleiri þessi blönduðu sveitarfélög sem eru með þéttbýliskjarna og jafnvel marga þéttbýliskjarna og svo dreifbýli á milli og þannig að það er til mikils að vinna að rannsaka það hvað einkennir velheppnaðar sameiningar þegar það er náttúrulega í flestum tilfellum verið að setja saman einhverju leyti ólík samfélög þó að það hljóti alltaf verið einhver ákveðin forsenda að það sé einhver svona samnefnari en oft á tíðum er náttúrulega eru samfélögin oft ansi ólík. En fyrir ekki að ég truflaði og skautið þessu inn. Alveg sjálfsagt og svo kannski það svona síðasta sem kannski var áberandi í þessari könnun sérstaklega var að við vorum með og undir þetta var ég alveg óundirbúin. Ég hafði ekkert mikið velt þessu fyrir mér, ég bara fannst þetta áhugavert að setja þessa spurningu inn og það var afstaðan til þess hvort að slúður væri vandamál í samfélaginu og þar var mjög afgerandi munur. Ég eins og ég segi að þetta er rannsókn sem tekur bara til þessara sveitafélaga þannig ég veit ekki hvernig staðan er í öðrum þannig ég get ekki sagt til hvernig munurinn væri á landsvísu en þar kemur Húnaþing vestra mun betur út. Já, minna slúðrað. Eða það allan að fólk metur að minna vandamál. Upplifir það þannig og eins og ég segi, ég kannski var ekki alveg undirbúin undir það að munurinn væri þetta afgerandi, það hefði ég haft kannski detillerari spurningar en hún Greta Bergrún Jóhannesdóttir sem var við Háskólann á Akureyri núna við Háskólann á Bifröst, hún hefur skoðað þetta og gerði doktorsritgerð slúður í litlum samfélögum út á landi og var hún ekki meira á Austurlandi heldur en í öðrum landslutum? Jú, hún gerði ég man nú ekki nákvæmlega, það var ég held að Þorp hafi verið þemað hún ef Greta hefur að hlusta þá bara leiðréttur mig en sem sagt það eru svona uppi ýmsar kenningar hvað er slúður í litlum samfélögum, til hvers er það Greta lítur á þessum taumhald þetta er sem sagt þegar þú ert komin út af því sem að samfélagið samþykkir þá kippir samfélagið þér aftur inn með því að refsa þér
í hugmyndunum að þetta sé taumál til að halda fólki á réttri línu. Það sem áhugavert í þessari rannsókn og ég held að hafi komið fram í öðrum rannsóknum líka, það er ekki kynjamunur á því hversu mikið fólk metur, karlar og konur virðast líta á slúður sambærilegum hætti, hvort það sé vandamál, með tilliti þess hvort það sé vandamál eða ekki, en aðrar rannsóknir hafa bent til þess að þeir sem eru þolendur slúður að verða fyrir því, það séu fyrst og fremst konur og það sé mjög kynjað og mikil drulluskömmun og annað slíkt í því. Þannig að en svo fylgdu við þessum könnunum eftir með rýnihópum sem var bara virkilega skemmtilegt áhugavert fyrir mig. Það er erfitt að nálgast svona viðfangsefni svo slúður í hópi fólks. Þannig að við ræddum það aðeins, en það er kannski hentar betur að afgreiða slík mál í einstaklingsviðtölum í svona litlum samfélögum. Viðkvæmt að vera skvíla svona í hópi. En það sem kom eins og út úr þessum rýnihópum var að það var allavega mat fólks í Húnaþingi vestra, það væri einmitt eins og miðstöðubyrjun, kannski óvenju opið fyrir nýju fólki og fólk nefndi, þetta voru mjög áhugaverða samræður, þetta voru rýnihópar í hverju sveitarfélagi fyrir sig og rýnihópurinn í Húnaþingi vestra myndist á það að mögulega væri ástæðan fyrir því væri að einhverju leyti að samfélagið þar, Hvammstangi og dreifbýlið þar í kring, þetta væri ekki eins og rótgróið og hinn tvö svæðin, Blönduós og svæðið þar í kring og Búadalur svæðið þar í kring, að því markið það væri kannski ekki eins margir heimamenn, eins margir originalar. Gögnin sem við búum yfir stiða það ekki endilega, þetta var svona verið að vísi í fjölskyldur, skilur, eru svona, eins og við þekkjum mörgum samfélagum, það sem eru svona ábyrjandi valdamiklar fjölskyldublokkir, en þetta var svona tilfinningin sem rýnihópurinn lýsti. Við þurfum eiginlega að fá Kára í íslenskri erfðagreiningu til þess að greina þetta með okkur betur. En svo er það annað og það er það sem ég held að þau á samstöðun hafi mikinn áhuga á, og það er áberandi og er að mörguleyti held í undirliggjandi þessum niðurstöðum að í Húnaþingi vestra eru enn mjög sterk fyrirtæki það sem eru í samfélagslegri eigu eða heimamenn hafa stjórn yfir. Dæmi þar er ennþá mjög öflugt kaupfélag sem fjall aldrei og það kaupfélag sker sig úr að því liturinn til að það var ekki eins pólitískt og ekki eins flokkspólitískt og önnur kaupfélög og meðan kaupfélögin í hinum sveitafélögunum náttúrulega fjallu á þeim tíma sem að mörg kaupfélög fjallu og ennþá svona kannski ógróin sár yfir því í samfélaginu, en líka það að því að þessi öflugu fyrirtæki eins og kaupfélagið á Hvammstanga að þar eru, ég veit ekki hvort þú komið þangað inn í kaupfélag Vestur-Húnvetninga. Ég hef gert það ansi langt síðan. Það er mjög skemmtilegt, það er allt til og það er kannski, ég meintist áðan með þessar uppbyltu þarfir að þetta tryggir eða hvað segir maður, auðveldar stjórn íbúana yfir þörunum, yfir því sem fólk vantar. Þannig að ef það er eitthvað sem að þér finnst vanta í kaupfélagi, þá annarkot ferðu bara og biður kaupfélagsstjórnum það, eða þú fer bara í framboð í stjórn kaupfélagsins og bestur í þessi varaverði. Þetta er nú bara svona lítið hypothetical dæmi en það eru þessi sterku fyrirtæki sem eru eigu heimamanna, fólk er líka stolt yfir því og sækir svona hluta af þessi jákvæði andi á að einhverju leyti rætur þangað af því að þetta er áhugavert af því að og það er nú í grunninn kveikjan að þessari rannsókna, hinn efnahagslega staða á milli þessara svæða, hún er ekkert svo ólík. Þú veist, þetta eru mjög tekjuljós svæði, mjög jöfn svæði í grunninn, en það kannski sker úr í atvinnulífi eru þessi yfir heimamanna yfir mörgum mikilvægum innviðum. Þetta er nú sennilega, er það ekki að þínum að þið töluvert veiga mikil skýring á þessum mismun? Jú, ég held það. Það er bara, og ýmsar sögulegar skýringar fyrir þessari þróun á milli þessara svæða sem ég kannski kann ekki alveg að fara með. En þetta er mjög áberandi, kemur sterkt það kom mjög sterkt fram að þegar ég var að ræða við rýnihópinn að þeim fannst mjög mikilvægt að þau hefðu svona ráðinni við björgunum eins og þau kölluðu það á meðan þú veist í hinum þó að til og með þess að Blönduósi sé mörguleyti mjög öflugt atvinnulíf en þá er stjórnin yfir því er meira að minna annars staðar
og bara sem dæmi sko, það eins og ég segi sko, fólk hérna á Hvammstanga og í kring mjög stolt af kaupfélaginu á meðan í Dalabyggð og í Húnabyggð eru held ég báðum tilfellum krambúðin það sem eru svona túristabúð sem við þekkjum hérna úr Reykjavík sem vöruverð skulum við segja ekki hagstætt. Selma neits nú á 2000 skall. Já, einmitt og þú veist þannig að það og þetta er komið fram í fjölmiðlum að það hafi verið legið við byltingar ástandi allan í Búðardal yfir kjörunum í krambúðinu þar þannig að það er svona leiðilegt að þurfa að vera í stappi. Já, en þegar fólk kemur og fer, sérstaklega fólk sem kemur mætir því ólíkur andi eftir sveitarfélögum? Sko, ég veit allavega í þessum rýnihópi bara höldum okkur við þessa rannsókn að í Húnaþingi vestra þá voru þar aðfluttir íbúar sem vildu meina að svo væri og það var meira þess að ein ég get nú ekki nafngreint neitt en hún lýsir sjálfur sér sem mjög skrýtni eða sem sagt svona með sérstakt komið svona sérstakar endara sinni samfélagið og gerði ekki ráð fyrir því að sér vel tekið en svo var henni mjög vel tekið sem var bara mjög ánægjulegt að heyra. Kom með hugmyndir að hún myndi ekki passa inn en reyndi svo passa inn. Einmitt, akkurat og það var bara virkilega falleg saga og jú við bara náttúrulega við þekkjum það og það er ekki bara við sveitarfélög, þetta á við skólasamfélög, þetta getur átt við stjórnmálaflokka, vinnustaði og annað slíkt að já, það er bara sko, það er eins og oft sagt, það er margt í mörg og ég kannski ekki alveg með kollgátuna en það var ein svona tilgáta hjá allavega rýnihópnum í Húnaþingi vestra að þau voru með sammála þessum niðurstöðum úr könnuninni að þar væri meira að minna allt til alls, það er vissulega alltaf eitthvað sem vantar, það þarf að sækja sumt til Reykjavíkur og sumt til Akureyrar en þegar þú hefur það gott að þá er miklu minna tilefni til þess að slúðra, til þess að vera með neikvæðni, til þess að útiloka nýtt fólk þegar það er allavega þessi tilfinning er ríkjandi ef við höfum nú að bíta og brenna sko. Já, einmitt. Þegar ég laðist í mínar rannsóknir borðum á Hrepparík og langt síðan þá komst ég að því að í gegnum bæði fræðimenn, litteratúrin sem ég las og erlendan og mest erlendan reyndar og svo líka með viðtölum eiginlega rannsókn sem ég gerði sjálfur að það getur verið sko ákveðin gagnsemi í átökum byggða að Hrepparígur getur einn og sér verið jákvæður í því einmitt að auka samheldni innan byggðar gegn annarri og þetta er svona svolítið eins og íþróttalið sko að ef allir mæta í höllina þá þegar gestaliði kemur þá er kannski líklegra að verði að vinni sigur og kannski er líklegra ef andstæðingurinn er málaður út sem einhver óvinnur og einhver sem er öðruvísi og skiptir mjög miklu máli að vinna en ég segi þetta nú bara svona alveg fyrir forvitninsækjur og til þess að rifja upp einn vinnu Ég fannst nú svolítið skemmtilegt sko þegar ég sýndi þeim þessar niðurstöður og baði þeim að ræða það þá kom þetta mönnum verulega óvart að þetta ástandið hefði aldrei verið skárra en núna skilurðu Það er svolítið áhugavert en sko þessi ára sveitarfélaga hún er mjög misjöfn í sko viðhorf okkar til staða það er mjög ólíkt og það er eiginlega mesta furða finnst mér hvað þetta hefur lítið verið rannsakað kannski er það viðkvæmni sem sko er á bakvið að þetta hefur ekki mikið verið rannsakað þú til dæmis þekkir það því ég bjó 25 ár á Akureyri þú þekkir það hvort sem það er mýta eða veruleiki upplogið eða sannleikur að sko margra áratuga skeið hefur það loðað við Akureyri hið bjarta norður að það sé erfitt fyrir aðkomumenn að koma á aðlagast því svæði. Akureyringar, þetta er náttúrulega kannski svona hinn póllinn, þetta er svona það sem að, hvað segir maður, þetta er höfuðborg norðursins og það fylgir náttúrulega kannski ákveðinu svona byrði sko, þetta er svona, þó var reyndar að Akureyri sé nú ekki einu sinni næststærsta og ekki þriðastærsta sveitarfélagið held ég í dag sko en engu síður svona mótvæðið við Reykjavík þannig að mönnum kannski ekki bara kippir í kynið að halda uppi einhverjum merkjum en nei þetta er bara gífurlega áhugavert og þetta er verður eiginlega svona held ég
þessi hrepparigur verður sko, ég reyndar sko Freud var með hugtak sko the narcissism of small differences, sko því líkari sem þú ert hinum, því minna hvað segir maður, því verð líkar þið við hann sko. Og það hvað sem kannski, þú veist, með þessi saminuðu sveitafélag sem verið að skella saman hreppum eða samfélögum sem eiga sameiginlega hagsmuni en ólíka sögu. Og náttúrulega sko samgöngur hafa náttúrulega umbylst mjög víða, þannig að samfélög sem við þekkjum náttúrulega mjög eins og á Tröllaskaga, skilur, samfélög sem voru í nánast fullkomlega aðskilin sem verða svo Fjallabyggð. Akkurat, sem að síðan sameinast einfallega út af bættum samgöngum, þá svo mikilvægt að jarðvegurinn þar sé sko vel undirbúinn. Og menningar landslag Ólafsfjarðar og Siglufjarðar var gjörólíkt og meira að segja sko stjórnmálaskoðanir í rauninni Ólafsfjarðar og Siglufjarðar voru gjörólíkar. Ég komst að því í þessari vinnu þegar ég skráði þetta tók viðtölin og var að fjalla hreppari þeir voru meira hægri sinnaðir frá Ólafsfirði, þeir voru meira vinstri sinnaðir á Siglufirði, svo voru ríkisítök meira á Siglufirði náttúrulega síldin og allt það, og þá sko fer fólk bara að hugsa öðruvísum heiminn og sína eigin stöðu. Og þetta náttúrulega hlýtur að vera í öllum byggðum landsins meira og minna, ekki satt? Jú, en það var bara gífurlega skemmtilegt að fá tækifæri til að kynna þessum 3 sveitafélögum svona vel, og ég bara mæli eindreið með því heimsækja þau öll. Það er óðbáslega flott uppbygging á Blönduósi til dæmis, og mæli með því sko að ég er ótrúlega maður alltaf keyrt hann í gegn 150 miljónir sinnum, en að fara í gamla bæinn. Nei, maður stoppar náttúrulega í sjoppunni, en að fara í gamla bæinn, ótrúlega skemmtilegt og mjög flottir hlutir að gerast í Dalabyggð núna. Nú verður að byggja sundlaug í Búðardal með útsýni við fjörðinn, sem ég held að verði alveg einstök. Og svo náttúrulega Húnaþing vestra og Hvammstangi hefur verið þekkt lengi fyrir mjög öflugt menningarlíf. Þar eru óðbáðslega öflugir listamenn, og þar eru sýningar sem að jafnast ábar við það besta sem gerist í Evrópu. Þannig að þetta eru allt saman bara rosalega flott og bara mjög aðlaðandi samfélög mörgu leyti. Þú ert orðin erindreki þessara... Já. Og ég bara vil nýta tækifæri til að þakka sveitarstjórnunum, öllum fyrir gott samstarf á sveitarstjórunum. Og það bara við sjáum hvað framtíðin byrja skautið sér og hvaða svona rými maður hefur til rannsókna. Það væri mjög áhugavert að halda þessu áfram og kannski svona, taka sveitafélög sem eru kannski einhverju leyti til dæmis aðeins stærri. Þetta náttúrulega mjög lítil sveitafélög, mjög fámenn sveitafélög. Ég hef oft hugsað hvað það væri áhugavert bæði að taka fjölkjarna sveitafélög, eða svo var þetta að taka sveitafélög sem eru ekki endilega með þessa landfræðilegu nálægð sem við vorum að spá í að ná fram í þessari rannsókn. Ég hef oft hugsað hvað væri áhugavert að bera saman Borgarfjörð sem er mitt heimasvæði, Skagafjörð og Norðurþing. Þetta eru svona sveitafélög sem eru svona, kannski svona einu leveli fyrir ofan, aðeins talsvert fjölmennari og með svona öflugri þéttbýliskjarna og svo mjög stórt dreifbýli líka. Ert þú semst fæddur í Borgarfirði? Já. Og hefur þá verið skilgreinið þig sem landsbyggða? Já, ég myndist alltaf í grunninn sko, Borgfirðing. Og þú lærir þarna stjórnmála sálfræði, tekur doktorskráð í henni utanlandssteinina, þegar ekki? Jú. Hvar er það aftur? University of Kent í Canterbury í Bretlandi. Canterbury er lítil borg, svona klukkutími lest frá London. Canterbury Ghost, var það ekki einhver? Jú, Canterbury Tales er eitthvað sem að fólk kannast við, að voru þekktar sögur frá miðöldum, svona pílagríma sögur, svo er dómkirkjan þarna, og svo Kent sígaretturnar líka, sem einhverju kannast við. En það er nú hálfgjör landsbyggð líka. Þetta er 60.000 manna borg sem í Bretlandi þykir nú ekki mikið sko. Ég skil, en sko það er nokkið á hverjum degi sem maður er með doktor í stjórnmála sálfræði hérna við Rauðaborðið. Er þetta sem sagt eitthvað sko, sálfræðin í stjórnmálum, er hún vídd sem að hefur ekki verið, höfum við ekki veitt henni athygli sem skildi? Já, við erum bara 2 með doktorsprófi þessu fæi á Íslandi. Það er ég og Hulda Þórisdóttir sem er prófessor við Háskóla Íslands. Og ég held að þetta sé vídd sem að, því að sko stjórnmál snúast ekki neitt annað en tilfinningar. Ýmislegt annað svo sem, en fyrst og fremst tilfinningar fólks. Áhugavert að heyra það að segja það. Þannig að bara hvernig við skynjum hlutina og svo framvegis. Þannig að það er vídd sem ég held við mættum gefa meiri gaum, og það er svona það verkefni sem ég er að tala um hérna er kannski ekki beinlínis sko pólitískt í eðli sínu, þó
allt sínu reyndar pólitískt í eðli sínu en þetta sjónarhótt sem ég hef nú reynd að koma með inn og Huld hefur reynd og hún leiðbeinir BSum assistnemum í þessu fæi og svona, við reynum að halda uppi merkjum þess. Já. Hvernig stjórnmála sálin inn í ríkisstjórninni núna? Sko ég held að það bara allt saman bara blóðheitt fólk sem brennur fyrir samfélaginu sínu þar innanborðs, ekkert alltaf sammála allt en það í samstarfi og þá finnur það lausnir. Já, þú semst aðstofamaður Guðmundar Inga Guðbrandssonar formanns VG. En ég veit að þú ert tímabundin og Bjarki Þór, það búið að vera gaman að spjalla við þig þetta. Sennilega hefur það verið á heimasíðu þess sveitarfélags sem kannski kom best út úr könnuninni sem ég sá þessar helstu rannsóknarniðurstöður. En þetta sem sagt eitthvað sem að kannski ekkert allt og auðvelt að koma inn í fjölmiðlana. Eru þeir ekki orðnir svolítið mikið Reykjavíkurmiðaðir og ekki fáir blaðamenn út úr landi og ekki svolítið snúið að fá athygli á það sem að einhver sveitarfélag að bauka norður í raskati? Ég reyndar skulda, þegar þú segir það var manni það, ég skulda fréttamanni á RÚV reyndar viðtal, þannig að um þetta, þannig að það einhver eftirspurn. Já, allavega einhver og svo ég veit að það Skessuhorn, Héraðsfréttablaðið á Vesturlandi er búið að fjalla þetta og svo hef ég svona sökum annað ekki komist í að kynna þetta eins mikið og ég hefði viljað, þannig að bara þakka þið fyrir búið hingað, þetta er einn liður í því og svo það er bara fínt í nefna á þessum vettvangi. Við verðum með málstofu, einhvern tímann í október, það er ekki alveg komið á hreint hvenær, en opin málstofa á netinu þar sem að þessi rannsókn verður kynnt, semst við Háskólann á Bifröst. Þannig að já, og svo kannski pikka fleiri fjölmiðlar upp eftir að hafa fylgst með þessu hér á samstöðinni. Það er ekki ólíklegt og oft er það þannig að samstöðin ryður brautina, sjáðu. Já, og þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við minnum á það að þeir sem treysta sér til þess að styrkja okkur og styðja en frekar en með því að bara benda öðru fólki á okkur og tala vel okkur og fletta upp okkar efni á margvíslegum miðlum og síðum. Þeir sem að hafa huga á að styrkja okkur fjárhagslega en hafa ekki tekið skrefið, þeir geta farið inn á vefsíðuna samstöðin.is, skrollað aðeins niður og fundið þar hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2500 krónur getið þið stutt þessa stöð og það getur skipt sköpum fyrir það hve gott okkar efni er og hvort við höldum áfram. En þátturinn sem sagt búinn í kvöld, verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.